Þessi kjúi því að við fengum rándýra heimsókn rétt fyrir þá Tvíhöfði kíkti þetta heimsókn. Já. Og já, eru þetta ekki bara tvö mestu legend landsinsstrengir? Jón Kjartason og Jón Gnarr. Elskar allir lífinu. Já, það er ekkert, það er bara engin samkeppni, segi ég. Björguðu lífið minni þegar ég var IKEA-gómur í ykkur 12 ár. Það er sama hér í vört, bara að hlusta á okkur einasta mótni. Já. Og ég dyrka þessa menn. Kannski er við að bjarga lífi og IKEA-lagagómur núna. Ég hef oft rætt þetta, það er bara mesta hrós sem ég fengi. Það er þegar ég heyri að fólk sem að þetta er að stytta vinnudaginn fyrir þau að hlusta þáttinn, að það er ekkert sem ég tengi meira við. Heldur bara, þetta er eins og bara sama. Ég ætla að gefa Dokk hérna sem er nú nýkomin úr bakaðgerð og er þunnur og lítill heima að hlusta núna. Hann var í Manchester, nei, hann var í London segi ég á Arsenal. Að Dokk er líka svona hrikalega þægilegt að vera með eyrun bara að hlusta á. Ég tek alltaf Dokk í ræktinni og svona er að stytta fyrir mig ræktinni. Það er líka luxusin að fólk í dag geta bara seifað einhver, sem var flugundaginn og seifaði bara nokkur podcast, tókuð allt í vélinni og fyrir fólk, eins og þegar ég var að vinna þegar ég var IKEA-gómur og þurfti ég bara að hlusta live sem kom eitthvað drepleðilt atrið í 2 tíma og bara drepleðilt 2 tíma. Það er samt einhver stemning. Ég veit að það eru margir sem hlusta á FNÍ5 blöð bæði á Vísi og hérna á Spotify. Ég var samt svona, ég fílaði að hlusta alltaf live. Það er einhver aðeins meira stemmingi. Þannig að það var ekkert bara með. Þetta voru stór tíðindi sem Tvíhöfði kom með. Þeir eru að fara upp í, þeir mæti í Mjósó á morgun. Það er rosalegt. En heldur þið standið við það? Já. Sko með Sigurjón sagðist hann líklega að fara að mæta. John er alltaf erfiður en ég held að Sigurjón kipp honum með. Já, það væri sterkt. Ég væri rosa til í það. Það væri leiðilegt að vera á Trúnó með Tvíhöfði ekstra út í hodni, sko. John ekki leikir party. Það má ekki. Þetta má fara á Trúnó. Já, maður fara á Trúnó. Króksar að fara á Trúnó. Það er partí sem má ekki fara á Trúnó. Það er ekki að mæta. Ég veit og elska Trúnó, sko. Það er skemmtilega að drekka aðeins svo mikið og segja fólki og elska það og segir það ekki þegar hún stetur. Tvíhöfðin, hann vill bara drekka bjór. En betur, nú Jón Gnarr að það er recording, ætlar hann að halda áfram að vera með kameri og vera komin á þinga? Hvað er það að vona? Ég held ég að hérst hann segja hann ætla að lása það af. Það má vera með Tvíhöfði. Auðvitað má hann. Ég vona að hann gerir bæði. Hann getur ekkert. Davíð Oddsson hætti með Matthildi þegar hann var forsætisráðherra, eða ekki, eða borgarstjóri. Það var vist eitthvað svaða teimi, Matthildur. Það var svona FNÍ5 blöð sinns tíma held ég. Ég held að fólk gleymi líka að það er enginn sem Geti hlusta á þá veislögst það? Nei, þetta er svona fyrir tíma internetsins. Þetta er okkar sétur alltaf on the line. Það eru mjög vinsalega þetta er kostur og gall. Ég veit ekki alveg hvað það sé good shit. Ég held sem meiri galli heldur og kostur að sé allt til eitthvað stað. Ég held að öll okkar ár munu eldast mjög illa. Væga sagt. Sko ég get hlusta á þátt bara sem að hann þarf ekki að vera eldri 6 ára og ég er bara svo bara síðasti þáttur í síðustu viku hann eldist mjög illa en það sem ég var að segja hérna með Jón ég meina, þú veist, ég held að fólk fatt ekki að fólk lendir í því að verða grínistar hann lendir í því að verða grínisti og hann verður bara alltaf grínisti það er ekkert einhvern veginn hægt að hann er líka finnast já, ég meina, hann getur alveg kannski minka að leika eins núna, gert eitthvað svona en hann er alltaf, hérna, hann er bara það sem hann er það er gott að fá hann meistara inn samt og þetta er drepleðilega Alþingi alltaf bara Íka alltaf atrið Margir skemmtilega hann Margir drep maður vil hafa hann í komedi hann er svona að vera mótsvar við Víði og er bara með helling sem hann langar að gera sem er heldur flott sko nú er föstudagurinn 7. desember við erum komin bara nánast djúft inn í desember hvernig eru mínir bestu kviðbræður? Ég er náttúrulega, þú veist, ég er bara kviðbræður? Kviðmáður, erstu með það? Já, erum við Já, það er stóra fréttir Hvernig er það atrið? Það er kviðmáður Hvað segir allir? Kviðmáður, það er rosalegt Það er stórt Eru þið kviðmáður? Nei, það held ég Þú sagði, það varst að segja það varst að kynna okkur hann inn Já, sko, nú þurfum við að fara að velta steinum bara Ég er svo peppaður fyrir afmælunni hjá Það er gýr, ég var búin að segja ég sagði í blöðkastinu að það yrði alvöru gýr í dag því að menn eru peppaður fyrir afmælunni Ég menn hann hefur ekki haldið upp á það bara síðan hann var 7 ára og hann haldið fyrir hann Ég hef bara ekki farið í veislu til Steinda síni kynntistónu fyrir 15 ára síðan Nei, einu skemmt ég hef been in the mansion þar ég er að sækja hann eða eitthvað Þetta er í barnamæli Þetta verður afmæli Það er bara grínast Ég held að það sé bara, ég er náttúrulega búin að vera bara að hausa einhvern veginn að pæli þessu, ég hef vissi ekki að það verið svona mikið vesen sko. Já, þú veist að sækja áfengi í dag því að pantaði það svo seint að það var ekki hægt að shipa þig. Sækja áfengi og ég meina þú þarft að pæli öllu, áfengi, skemmtun. Já, þú ert að tala við menn sem hafa gert þetta sko. Já, en þetta er svona. En er þið peppaðar samt? Jú, ég er mjög peppaðar, ég verð mjög ánæður bara þegar klukkan verður á morgun og
Fyrir ammælisbarnið upp á svið á morgunum fæ ég rúndarinn á morgunum, fæ ég jammi kvöldið Það var nú Það væri rosa Ég held reyndar ekki Svessi stökk upp á sviði í brúðköpunni sín. Þá getur þú stokkið upp á sviði í afmælinu. Mæti Svess to mouth á morgunum Já, það Yes Það fyrir ekkert heitt í honum samt. Já, hann er ekkert eðlilega Ég senda línu og hann mistar núna Það bóður sem ekki kistla á Svessa Hann talar við mig daglega, hann telur niður Ég get alveg lofað því að Svessi verður komin á Trúnó á morgun. Ég er bara að vona það Hann verður komin á Trúnó fyrir 9 spáin. Hann náði að skilja. Það voru svo mikið kistla á hann. Við þurfum að setja hann í bómul og komst ekki inn sko. Við setjum okkar bestamann í bómul Nei, málið Hvað er að gerast með hvað? Vestmannaeyjar og Selfoss og alltaf staði? Hann komst ekki inn Vestmannaeyjar kursu alltaf Svess með Það má samt ekki gleyma því að Svessi er í pólitík og ég held að hann hafi verið að stækka nafni sitt tífalt með þessu Þannig að hann er núna bara búin að steimpla sinni í pólitík og hann tekur þetta bara senna Já, ég vil að fá hann frekar inn en kvíði sko. Ég vil að svissa þeim sko. Hóla hefur mikið á móti honum Ég hef ekkert á móti honum en bara þegar ég ætla að fara að sofa á kvöldin og setja á viðtal með kvíði sopna 2 sekúnd En ég get alveg á ég að segja hérna Akkur kallar hann kvíði? Af því að hann heiti Víðir Það rímar Er það? Er það bara út af því? Nei, það er bara út af að læsti mig inn í 2-3 ára En ekki verið svona vittlust Hann læsti þig ekkert inni Jó, hann læsti minni Nei, hann var Og bannaði mér að fara í vinnunum líka Minni er ekki Hann sendi Gilsa í sveitir Ég veit hann sendi þig út Taka 12 úr sporthúsinu og fara hann upp í sveit Ég veit allt það Ég fylgist með þessu Út af það kvíðist að ég mætti ekki fara í vinnu Egil, ég var vinnun í COVID líka sko. Ég veit alveg hvað þetta var í gangi Ég ekkert er að vera leiður Þetta er þess að kvíði gerði Já, en það sem ég er að segja við þig er að ég held að hann hafi Ég er nokkuð viss Ég gæti verið að tala með raskaturu Ég er nokkuð viss að hann hafi bara verið sendibóði Nei, ég held að hann hafi bara verið sendibóði Var hann að taka ákvarðinu með þetta? Auðvitað Ég held að hann væri bara að hósta fundina Hvað var alltaf tagline þarna? Ég hlýði við þig Já, því að það er að því að hann var að fronta Hann var að búið til tagline og gæður og stjórnar hann engu Já, ég get lofa þér hann var ekki Landi hlustaði á hann Nei, hann hefur verið að hlusta á einhverja sérfræðinga og landlækna og ég get lofa þér hann var ekki Ég vil að svissa honum á Svessmouth Eina sem ég er að segja Hann kann mjög vel við því Já, það heyrist Hann er bara hann þurr í viðtölum en ég kann mjög vel við Þú gætir orðað þetta þannig að sagðist bara ég hefði sett Svessa fyrir ofan víði Þú þarfst ekki að segja bara kvíði og læsti minni og gerði matur Ég hef aldrei heyrt svona lestur bara einn mann sem ég held að hafi ekki átt neitt þetta að segja sko. Það er líka sko Ég held það sko, ég man ekki hvernig það var nákvæmlega En ég veit alltaf að hann var ekki einn að taka Ég er einu maður í Íslandi sem tók alla fundina Allir á Íslandi tóku alla Nei, þú var það margir sko Þú verður átt á því að það eru allir með þér í liði í þessu Við erum ekkert eitthvað að peppa COVID sko Það var samt einhver lúmsk stemming núna af því að ég var að lesa einhvers staðar það eru 5 ár síðan fyrsta smiti komandi í Wuhan Ég dyrka þetta tíma Segjum er þetta 4 ár síðan að bara hit the streets hér eða? Þessi helvitis leðublaka Er þetta ekki februar 2021 eða eitthvað? Það verða 4 ár Það var alltaf enginn sem Þetta byrjar hana örli 2020 Já, 2020 Við setjum á kúli Þetta gerðist ekki með feb 2020 Já, það er rétt þér Þetta gerðist ekki með einhverju leðublöku Það var komið 5 ár síðan Þetta gerðist náttúrulega ekki með einhverju leðublöku Sama hvað gerist, það man ég einhvern veginn Var þetta einhver pínu stemming í því að maður varð svo miserable að heyra bara já, ok, það er búið að framlengja takmörkunum og eitthvað maður bara opnaði rauðin heima á sér og drakk eitthvað bara alla daga bara í kósi og nánast hver einasti maður sem ég tala við dyrka þetta tíma alveg varst bara heima með rauðvin Helgi í sjónvarpinu að syngja og það var allt í gangi hérna ég veit ekki neitt sem er eitthvað mátti ekki verið í vinnuna heima fullur alla daga og hljómar það eitthvað illa fyrir þér og Alma sem læst allir inni og hún er heilbrigðisráðara sko bannað hullum að fara í ræktina hún er bara að stjórna því núna ég elska þetta sko ég er mjög gaman að þessu grín sko Þú veist ég fór í bústæðan hann einhverja 12 daga með hérna iMac-in Þú veist hvað það er svona rísa talva finnst þið leiðilegt í bústað? Taka það upp í bústað Finnst þið eitthvað leiðilegt í bústað? Kósi í bústað? Mér varst það mjög kósi En við reyndar líka hérna við rættum voru ekki ræðið í blökastunni í daginn voru að ræða þetta bara 3 á Lífa hérna Við tölum mikið COVID líka off-air sko Þetta lag sem kom sem ég mest að peppaði á Hlýðum við, þú getur fundið á YouTube Það er bara allar stærstu popstjörnur í Íslands að syngja þarna Það lag eldist ekki vel Það er eitt lag sem eldist verð ef þú finnur það og getur sett það einn aðeins á Það er annar lag sem eldist verð í þessu öllu saman Það var gert það sama í Bandaríkjunum
nema þau sungu Imagine hérna eftir John Lennon það ég sá þetta daginn á Twitter. Ertu að tala þetta Free the Vardan World? Nei, bara Imagine of, og þá bara hérna Gal Gadot og alla stærstu stjörnur bara í heimi að syngja svona að reyna að peppa fólki í COVID. Já. Það mesti viðbjóður sem ég séð á ævi minni. Ferðumst innan hús heitir þetta ógeð. Maður heyra hans. Þú finnur ekki, það erfitt að finna meira ógeð en þetta, maður sjópið það þess, reyndar Man of Hell. En þetta af hverju spilið þetta ekki í hinni tölvunni? Þetta Helgi Björns geggjaðar það sko. Herðu ykkur, röttar hann með King Freki Dór. Tók allir þátt í þessu kjaftaði. Ég heyri Svessa. Já, Halldór Gunnar og Svessi gerðu lagi. Góða ferð að fara frá stofinn inn í eldhús og vinna bað og... Þetta mest ógeð. Þetta Jesus. Þetta eldist ítla. Sér var allir bara heim og hlusta þetta ógeð læstir inni. Já, þetta var líka góða ferð, þú máttur ekki fara neitt. Ég held að við ekki verið heima að hlusta. Þetta samti Svess to Mouth þetta koncept. Halldór Gunnar held ég. Já. Sem snillingur. Ég endur að elska það að báða þetta lífur. Bara minn uppáhaldsmaður. Þetta er texti eftir Leifurgeir. Já, það ég býst nú við því. En hérna, sko, fyndnasta í þessu náttúrulega þegar var þetta COVID-dæmi sem við verðum að taka inn. Þeir eru voru að slökka á þessu lægi, shit. Ég veit ekki hverju, ég er einhvern veginn middla við sjálf að hlusta alltaf á þetta. Ég veit ekki hverju, ég set stundum á sko. Nei, hérna, þá það basically sko að þeir eins og til dæmis bara öll fyrirtæki og veitingastæður og svona. Það finna við að segjum að mætti 200 manns komin okkur veitingastæð. Og í COVID þá voru líka, þú veist, það var bara búið að teipa hana. Hvað gerðu það til þess? Þetta svæði, mátti ekki fara yfir á þetta svæði. Það fækkaði ekkert einhvern veginn kúnum mikið. Einu sinni, þá labbaði ég undir að því ég bæði að vinna á stöð 2 og ok, fólk hefur ekki séð hæðina. Við erum hérna svona hæð og útvarpið á sömu hæð og bara starfsfólk stöð 2. Nefn að það var gert svona band á milli hérna og ég fór einu sinni undir það og það var allt vitlaust. Það bara, herðu, þú mátt þetta ekki. Þú eru að labba hinum megin. Hvaða máli skipti það upp á smit hvort þið myndir fara undir þetta band eða labba allar hringin hérna? Þetta er bara, það var bara einhver maður svo að taka leinlögun upp atriði í kólabortinu. Það var að telja niður og svo hluta að hlaupa út Siggi, drullaði tilbaka, tók einhver sprett tilbaka, okkur annar fór inn. Mesta bíó sem ég hef séð. En það er eitt í þessu sem við verðum að taka inn í dæmi líka. Það er lið sem var að fáta long COVID dæmi. Hættulegt sem við náttúrulega eru bara í alveg rabarskitt í dag ennþá. En það eru nokkur vinur okkar sem fengur svona komíska útgáð af þessu. Eins og til dæmis Pétur Jóhann. Hann fekk komíska útgáð af long COVID. Þegar hann var fullur af einu. Hann var bara fullur af einu bjór og man ekki neitt eftir það. Hann drakk bara 1 bjór. Hann bara var blindfullur. Það er góð spartmaður. Og mundi aldrei neitt. Þótt hann hafi bara drukkið 1 bjór og var bara... Já, hann þurfti svona 2-3. Það endur jákvættir sko að það er ekki einhverja 10-12 bjór. Það kom svo random stöð út úr þessu. Já, ég veit. Án grín, sem helviti það sem þarf eitthvað að krifja sko. Eftir á, ég meina við hlægjum á þessi í dag. Já, hefðu, annað hérna talandi blöðkastisteindi. Það eru margir búin að senda á mig þú varst með sturlaða pælingum að vera með svona rafmagnsúlpu og hún er til. Já, ok, ég er búin að sjá það líka. En ég vil sammáli, í staði fyrir að niðurlega Stóni það þýðist að þetta er það góð hugmynd. Hún var gerð. Hún er til. En það vissi það ekki. Hugmyndin samt ekki það góð að þetta er greinilega ekki það mikill seller þessu úlpa að við vissum af henni. Já, ég eftir eitthvað sendi á okkur. Já, en veist, ef þetta væri allt, ef þetta væri vinsælt. En af hverju, ég meina 66 ætti að gera svona úlpu. Já. Það væri svakalegt. Við getum fá fannar í það. En drengir, annars erum við með rosalega þátt í dag. Ég hendi þekkið ekki. Og ekki verið með það í smá tíma núna. Spurningakeppni Gilsarans, hvað er að tala um þar? King of Wet. Já, alveg, King of Wet. Já, því þetta er blöytum mánuður. Það er eitthvað blöytum mánuður sko. Það er svo blöytur. Já, ekki King of Alcoholics eða eitthvað. Nei, Wet. Það er bara ekki gott. Og hann hefur verið áður. Er það? Yes, seasonal keppni 5-5 síðast 2003 eitthvað fyrir hún. That's right. Það er rosalegt. Þannig að þið hafa keppt áður í þessu. Nú koma einhver vinni. Já, það ekki? Jú. Við ætla að henda ykkur í syngdu lagið líka. Nei. Já, ég hef helviti gaman því. Af hverju eru alltaf farið það ógeð? Það er skemmtilegt. Það er góðu lið. Já, fyrir þig og fyrir hlustundur ekki fyrir... Já, ég fengi, byrju, af hverju eru við með hana þátt? Er það ekki fyrir hlustundur? Sveppi mætti hérna síðan sem hann listi því af og hann pakkaði mig saman. Já, því að hann líka er musician. Rosalegt musician.
Ég er bara Hann með er að alltaf í pakka jökuli kali á þriðutum Glammar og gítar og syngjandi Og svo fer alltaf ég fyrir í bæ og fer hann beint upp á suðu og syngur Hann allavega Basically er það musician Hann þekki tónlist Mætir hann á morgun í Muck Stone Já, auðvitað Það er eins gott Já, það var alveg að rífa svo bumbun og taka eitthvað lag Já, það væri mjög skrítið að hann myndi ekki rífa svo bumbuna Hann elskar það þegar hann er mökkaður Fyrstu mér að henda svefnum að þessu bá svið Hann tekur Crazy Bastard Já Það verður alltaf Veistu hvert ég fyrir í pre-drink á morgun Ég tekti Stonefucker Alltaf sé ekki hjá hann og Simma Rétt, Money Sim Ég getur svo spenntur í mörg ár Þannig ég er frá að mæta til hans svona 4 Ertu spenntari fyrir fordregnum með Money Sim heldur en nammalinu að stenda? Rétt Það er bara Ok, ég seti þetta á par Út af því að sko hann er með ykkur hérna Hann er bara undirbúið mat og hann sendir mig lista af ykkur víni sem hann er með og hann er með álur metnað fyrir the pre-party Sendaði lista með víni Svo millifærum við okkur frá Hvað er lengi að fara frá Money Sim yfir á Hlégarð En svo er líka sko Blackout Cuz sem er hann er með landa þar sko Ég get lofa að Money Sim hann sendir mig ekki landa Heldur það sé betra áfengi og matur hjá Simma heldur en Cuz Heldur það Hlærð bara Það er sakalegt maður Þú veist að Cuz er að hlusta sko. Já, ég veit að hann er líka gaman að þessu Hann veit að hann er rugglaður sko Hann hlæra þessu líka Herðu, en svo er How do you fellow kids líka? Já, how do you, ertu með það? Já, þú náttúrulega varst bara að flytja áfengi allan dag Við náttúrulega ekki að hitta á þeim Og hvort myndir þú frekar og fullt að dóti Ég fíla að svo eru líka gestir MC Gauti ætlaði að kíkja Og já, Logi Tómas er að koma hér í fyrsta sinn Luigi King Luigi Landsliðsmaður í fótbolta og tónlistamæður Aftur komið að Setta auðvitað fóta stöngin inn daginn Álur musician, álur gæi Í spjall líka en svo er Herru, banna hlæja er ekki í kvöld Það voru nokkar að spyrja á hverju að vera ekki búið að sína hverjir eru í þætti kvöldsins Það er söfnunarþáttur hjá UNICEF Sameilu þáttur, hann er sýndur á RÚV Stöð 2 og á Símanum Vikubreik Vikubreik í banna hlæja Mætti aftur á föstudaginn eftir viku En svo er drengir Það bara við þurfum að láta fólk vita Það er ekki engin landsluti sem ég elska mikið á Norðurlandi Við þurfum að láta Norðurlandi vita að það er undir 10% eftir að miðum í Sjallan Þetta er ekki spurning hvort það verður uppselt heldur hvenær 10% klárast sennilega helgina ef ekki á mánudaginn Þannig að ef þið ætlið á jólapall F95 blöð í Sjallan tryggja ykkur miða strax á tix.is og þetta lag verður ekki þar og vonandi annarkvöld líka Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Kallaður rúndarinn, þetta verður tekið í Sjallanum eftir, nákvæmlega viku 8 daga Rosalegt lag maður Já, það er stutt í Sjallan og talandi Sjallan þá verður svo litli og blökastinn strax daginn eftir Þannig að þið eru áskrifendur af blökastinu þá ég sé svo að vinna einhverja 50 vinninga Eina sem þau að gera er að vera áskrifendur og ef að nafnið ykkar er dreigið og svo opnum við pakkan og það var ég vinningin Já, og fara í þetta stór helgi Við erum ekki að gera þetta sama kvöld og eitthvað Þannig drengin eru tilbúinir í slúður Já Rétt Ég ætla að byrja sko Þetta er rosalegt slúður drengis Steindi, veistu hver Hayley Wells er? Heitir hún ekki Hayley Wells? Nei, ég veit ekki hvað það er En þú þekkir hana kannski betur sem Hug to a Girl Já, Þú þekkir það Já, við þekkjum það Já, hún er í vesenni Því að hún fór inn í kryptóheimin Fekk alla aðdándu sína til þess að vestla eitthvað kryptó Það ætti nú allir að vera dansandi í dag Kryptó er aldrei verið herra Nei, það er verið að tala hún hafi stólið $50 milljónum Basically var scamming her fans Já, hún safnaði hún seldi þetta svo allt og tók peningin út Þetta er svona, það á að kæra hana og hún gæti verið á leiðin í fangilsi Já, sko, þetta, sko, þessi, nú er ég að særa hana Þið veit að ég er mikill Hug to a aðdáðandi og ég er búin að vera að kynna með það Ég sem ég grunar að gesta hann Ég efa stórlega að hún sé eitthvað mastermind bak við eitthvað kryptó rug pool Ég held að það sé enga líkur á því bara Það er einhverju gæðarna sem kom okkur pitch sem eru bara að nota hana til að fronta þetta Það gerði þessi Hawk rafmynd Þannig að þetta var Hawk Getur hver sem er bara, getur við gert F95 blöð rafmynd? Já, morgun og vilt sko. Hvað fæl er þetta? En mál er að hún er svo vinsalt podcast og kom með risa krát Þannig að hún smíðar þetta Hawk rafmynd Já, og fólk hoppar á það Já, en sko það sem virðist að það gæst er að þeir príselja þessa mynd Þannig að 97% af the float sem var í boði er búið að selja til einhver ákveðis hóp
áður en almenningu getur keypt, þannig að almenningu var 3%. Og síðan keirist þetta upp í 500 US dollar, $500 million bandarækjadollar. Það er ekki litlar upphæðir sko. Hún stærri en maður heldur. Já. Þetta verið 500 USD. Og hvað, já, og síðan þessi hópur sem gætt keift sér innan að fyrir, þetta er kallað snipers, þetta er ekki fyrst skipti sem að vera rugpúla innan the general public. Rugpúla hvað? Það er basically bara, þú veist, það er kift undan þér. Þetta er basically bara að vera svindlaði bara. Já, þetta er eins og þú, það sem er ljótt þarna er að liðið sem er að kaupa þarna er ekki endilega eitthvað kryptolið, þetta er bara aðdándur hennar. Já, það er dörti. Það þekki ekki krypto, veit ekki hvernig það virkar, kaupa þarna inn. Þannig 500 USD, by the way. Þannig að og það fer úr 500 í einhverjar $47 million á 20 mínútum. Það er eins hratt niður og getur gest. Og hún selur alltaf, þetta fyrirtæki. Já, síðan alltaf eftir að koma svolítið ljós, en þetta lítur alltaf hrikal út. Þetta er líka versta launch í sögu krypto á einhverju coin. Og út af að hafa svo mikið momentum með henni. Hún kom með vinsælt podcast. Já, og Bitcoin og allt þetta krypto. Og það var alltaf ganga upp með henni. Hún var að selja, hún var að móka út merge, vinsælt podcast og það bara áluru, síðan ákvað hún að launch a fucking meme coin. Hver ráðlaði henni með það koncept, því að hún getur bara að leiða inn jailið, svo blösaði. Já, þetta lítur í út allavega. Út af því ég ætla að gefa út núna, ég er mikill Hog-Tua maður. Ég ætla aldrei aftur, meðan hún var scamming her friends, þannig að í spurningakeppnuna eftir og í framvegis mun ég ekki kom með Hog-Tua setningu því að hún var að svindla á fólki. Ég ætla bara og öðruglega einhver íslendingar sem eru horni sem keyptu þarna inn sko. Þá ætla ég bara að þakka kærlega fyrir bara henni að hafa gert þetta. Þetta er bara mjög gott. Það hjálpar okkur auðvitað mikið hérna í þettinum. Ég er líka bara rosalegt stand sem þú ert að taka og það er hægt að taka Hog-Tua út af þessu öllu saman. Það er prinsip maður greinlega. Já, við erum að svindla fólki og líklega margir hlusta sem keyptu þetta coin sem er skamma sem við líka ræða. Ég held að sé enginn að hlusta sem keyptu þetta coin en það er hann að enginn Íslendingur það. Akkur ekki? Já, alveg nei. Það er horfni Íslendingar til, blöð sko. Horfni Íslendingar sem er eftir Hog-Tua girl. Já, en þú ert að kaupa til þess að vera ríkur ekki að þú ert gráður. Ég lofa þér, það er einhverju gæjar núna sem keyptuð Hog sko, sem er núna pingu litlir heima núna. Vonandi ekki fyrir mikið. En talandi peninga, þá var Mariah Carey. Hún opnaði sig í viðtalum daginn og sagði í fyrsta sinn hvað hún þénar á stærsta jólalagi allra tíma. Já. Og það er All I Want For Christmas sem að ég held að allir vita hvað lag er. Hún þénar yfir $3 million á ári bara á þessu eina lagi. Það er fyrir utan öll hinn lögin sem er á jólaplötinu. Já, hann hún er að þéna $500 million á ári bara á þessu eina lagi. Mér finnst það ekki það mikið með hvað ég hefði haldið. Ekki, mér finnst þetta. En það er bara satt hún að spila á netinu. Já, það er einu svona ári. Já, hún er að fá 450 milljónir íslenska króna á hverju ári út af þessu lagi. Fyrir lagið. En þetta er samt vinsalasta lag í heimi í svona 2 mánuði. Jó, þetta er kannski mega sens. En þetta er bara þetta, hún gaf út heila jólaplötu sem er miklu meira sko. En gamall lag, sér ennþá að tikka svona mikið. Já. Er ekkert nýtt jólalag sem gæti unnið þessi gömlu jólu? Er þetta alltaf bara verður þetta alltaf bara Mariah Carey og svo á Íslandi verður þetta alltaf bara snjógott falla með lata? Snjógott falla er alltaf í fyrsta seti. Það er alltaf, það er ekkert sem á breykið það. En nýja lagið með Swesso og Johanna er rosalegt. Kannski fáu það á eftir. Já, ég hafa það eftir. Já, núna við spila eitt jólalag. En alltaf sé svona, bara það muni aldrei inn jólalög með við lifum toppa þessi lög. Já, það er ykkur á neglu allavega. Já, hún kom inn, hvað ætli þetta sé, 20 ára gamalt lag, kannski held fólk að það myndi aldrei gerast fyrir 20 ára síðan, svo kemur eitthvað bara risastórt sem að toppa þetta. Svo er þetta líka bara eitthvað sem er búið að býta í sig bara, þú veist, þetta er eins og ég held að þú getur aldrei gert áramótskaup í dag sem væri talið besta áramótskaup frá upphafi. Já, ekki nema kannski eftir 20 ár. Já, eftir 20 ár. Svo er ég með hérna, þetta er nú kannski ekki þekktasta fólk í heimi en það er eitthvað dört ég veit að viti hver Bill Belichick er? Nei. Það er basically Alex Ferguson þeirra NFL-manna. Þetta var þjálfari New England Patriots í mörg ár. Hann og Tom Brady unnu held ég einhverja 5 eða 6 titla saman og er talin eitt besti þjálfari allra tíma í NFL. Hann er 72 ára og hann á nýja kærustu og þau mættu saman á rauða dreigilinni gær í gala dæmið þarna í American Museum National History eitthvað dæmi. Hún er 28 ára
Nei, hún er 24 ára, sorry okay. Hann er 72 Hefur gengið vel hjá hann financially eða? og hún er 24 ára og þetta er, veistu það, þetta er bara með óþægilegri myndu sem ég sé. Þetta er eins og hann sé að lappa bara með barnabandið. Og síndu okkur þessa mynd. Já, sko Þetta er hérna og þetta er spáði eins og bara í pappa. Það er 24 Já, hann er 24, hann er 72. Þetta skýtir maður. Þannig með, þetta er Já þetta er eins og Bogi, hérna tengdapappi sem var 75 ára í gær væri bara að byrja með nánast Hafdísönju frænkumina sem er dóttir Mæju systir. Hann er búin að yngja þessu upp þessi mestari. Já, þetta er eiginlega bróðhælt. Það er alltaf gamla góða, hvað er rætt í sófanum á þriði deg? Nei, ekki neitt held ég. Er þið gift eða bara? Nei, það eru að deyta. Já. Þannig að jú, óskuðu þeim ekki bara þess besta. Jú, það er mikið. Eins og það er. Ástin er ótrúleg. Já, Hefðbúrlega hannig. Talandi jólalega á hann það er langt sinni hlegið upp á þetta hérna í tjattinu okkar Steindi þegar þú sagðir að við ættum að stökka á boltan og vera með textagerð eins og allir Já, þetta er huga því að núna er ég búin að sjá sko, nú er Bubbi með texta. Hann náttúrulega byrjaði með það. Hann byrjaði með COVID. Neyðin kenni nögtum Bubba að spinna, það var fréttin og textanir. Hann rakst á hana. Síðan er Gauti með texta, hann er nú komað inn á eftir. Já, Bríett er með texta og Aron Kahn er með texta og Helgi Björns er með texta og Steppi Hilma er með texta. Þannig ég hugsa, heyrðu, ég hef ekki að vera með texta búið til svona texta, númeru texta rosalega hugmynd textaramma og hverju voru textandi svo sko, ég var búin að búið til hérna við drekkum fullt og kostum upp sko, það er rosalega líka við drekkum fullt og kostum upp það er svaðar ég var alveg til að vera með það á vegnum já, það er bara til 50 þú veist, það er bara númera 1, 2, 3, 4 við verðum bara með þetta í höllinni og smíðu við nei, það er ekki tætt þú sko, þetta snýst alltaf momentum þetta þýtti bara að vera næstu viku þú sett þetta á merch, það getur verið gott þetta er gott okkur búin við getum bara selt þetta næstu viku ef þið viljið, þá getum við selt þetta næstu viku en ég sá fyrir mér, drekkum fullt og kostum upp svo sá ég fyrir mér Are you ready now? Það er rosalegt það er lína sem Flöð tekur með Jager og Jansen í blóðinu það er margir Jansen mennat núndi sem myndu elska að hafa það og Jager menn líka það er náttúrulega það er jammi kvöld en ekki það að hlustendur fyrir ekki á neina ágjur við erum ekki að fara að gera eitthvað texta á sitt 56 ingredients ég var til að myndi gera vote gera könnun á grammi við erum alltaf að vera að gefa það er allir að rakin á þessu við erum frá að joina það partí og ég myndi segja að stykja þetta kostar svona kannski ég veit ekki, 100 áskall það er eitthvað rugglar nei, þetta kostar 7 áskall nei, þetta er 200-300 skall þetta er alveg nei, ég held að sé allir að segja þetta svona 7 þetta er bara við skuldum auðlýsingar og við ætlum að fara í það ég get lofa eitthvað í þetta svo höldum við ásátíð, bara FNÍ fyrir blöð fyrir ef það verður gróði Beinti leysi FM 957 lag þarna ferðinni til í allt 3 og já, þessir tveir snillingar Frikki Dór og Herran Hittusmjör tók upp aukaþátt með mér í gær í blöðkastinu og ég get glatt ykkur sem eigi miða í höllina 31. maí að Frikki Dór ætlar að mæta á sviði og taka þetta lag með Nettunni og Steinda við tökum þetta í höllinni hann náðust samningar í gær þannig að hann mætir og við hefum ekki tekið þetta oft saman live sko bara, kostar sér ekki bara einu sinni eða eitthvað þannig að þetta verður í höllinni 31. maí en drengir ég er að spája hendi ykkur í þekkið ekki og ég er bara með 3 spurningar núna af því að þetta er oft svo langt hjá okkur og mikið að gera í dag það er flott, það er mikið að liðum og mikið aksjón það er gestagangur og svona ég er að spája að fara á að pissa og prentara maður sagði, býtu, ég ætla að setja hérna á hérna kemur það ekki hérna kemur okkar besta fólk einu sinni fekk ég alltaf að vera fyrstur á prentaran Steindi búin að taka það svolítið yfir einhvern veginn hvað vill maður vera fyrstur á prentaran eða? já, þú veist, já okkur þú þá bara ferðast fram, chillar aðeins og já, en sko, ég myndi halda að það væri bara sem keppnismæðurinn Auðun Blöndal að núna veist þú spurningarnar þannig að þú getur svo farið fram og hugsa hvað ætlar að svara hvað heldur að hann hafi sagt og eðlilega góðu punktur höfðu blöð sko en ég myndi halda að vera betra að byrja já en kannski er ég bara svona vitlaus ég var margótt töða ef þessu lið minnst hann erfiður en ég skal gera það besta og ég er í gír þetta er ekki flóknarspurningar 3 í gír og það er, herru finnst þér ekki ótrúlegt núna hann er ekki inni, það er ekki oft sem sittum þetta bara 2 nei, ég er að horfa á annan, heyrir ekki ykkur hann sé loksins að halda upp ammál sitt og það er líka bara því að við ljúum ekki á hlustundum ég mun segja þetta í ræðu annarkvöld hann ætlaði að humma þetta af sér hann hendi ívent fyrir 8 dögum af því hann ætlaði að hætta við þetta ég raunir þetta svolítið þér að þakka sko, ég las ekki yfir hann svona eitthvað svona gannilestur ég let hann heyra það já, ég líka, við byrjum að ræða þetta í janúar eins og í blöggustum var Stoney, Big 40 nú heldur upp á þetta svo líður tími hann ítir öllu frá sér já, svo er bara komið feb
mars, búm allt í hennu bara komið des Já. og það ekkert að gerast Og engin eventmættur en lestur frá blöð Já, virkaði góðu lestur Já, það bara þurfti Ertu tilbúin? Fyrsta spurning, ég fekk þess að senda Ég þakka fyrir það Hversu mikill spilafíkill ertu á skalanum 1-10? ok Við erum nú að rætta hérna við sem gamleirar já sko við erum allir gamblerar Já. en svo annað að vera spilafíkill Já, ég ætla að orða þetta þannig Hversu mikill gambler ertu? Og það er alltaf spurning, sko. Já, það er alltaf önnur spurning það er er bara alltaf spurning sko Já, sko það ef við tekjum spilafíklega spurninguna því að sko það er mikil munur ég á elska að smíða eins og bara seðil fyrir boltan sér laugadagur og að hendi ykkur seðil elska það ég er drullu gaman að betta eins og hérna svo kostningarnar á Epic daginn að betta á hver myndi taka það og allt það var ógeðslega gaman en það líka hérna mjög skemmtileg tölfara að Epic bet var nær kostningur úrslitunum en alla skoðanakannur Já, það er ekki heldur stórt. þannig að nú veit bara fólk að þú vilt vita svona fá tilfinningu fyrir því hvernig það fer að fara á bet-síðurnar frekar en að hérna skoðanakannur það er líka að passa vel upp á peningin og það er líka fólk að setja the money on the line hvernig það heldur þetta að fara, það er accurate shit Já. en allavega og hérna en ég passa alltaf að setja þannig upp að trublar ekki svefnin Við höfum oft rætt það er bara 1 og 3 þannig að ég myndi segja þessi spilafíkill myndi setja þrist á mig og ef þú myndi halda við spurningu svo aðsmið Já, en ég ætla að spila hversu mikill gambler Já, það er alltaf annað dæmi sko ég er ekki ég elska sports gambling svo veist sjálfur ég fara með mig kassun ég er með litla þólumæði fyrir að setja lengi en ég elska að fara í rúllett í smá tíma Þú hefur litla þólumæði í kassinu Já, ég geggjaður þarna svona frá 17:00 fram að dinner það er minn besti tími Erum við ekki allir þar? Jú, en svo Viljum við ekki allir bara vera til? Svo einhvern veginn er þetta sem enda menn oft þarna eftir ég held að sko, ég held að sem gambler ég setja 8 á mig þar 8 Já. Ok, næsta, í hverju ertu verstur? Úff Í hverju er ég verstur? Já, bara hvað kemur upp í hugan bara af öllu ertu verstur í þessu? Það bara er en ég er að fara, er ég að setja mig í naflaskoðuna? Nei, alls ekki Sko, ef þetta var sports þá var það sund en það sem ég er líklega verstur í er public speaking ég held svona ángriðt það er það sem ég er verstur í Ég hef aldrei séð að halda ræðu Ég get það ekki Akkurru? Ég get það ekki Akkurru? Bara út að erfitt sem ég geri Já, akkurru bara þjálfur Ég er mjög góður bara hérna í stúdíu með Mike og ykkur hérna og 1 Celsius og Af því að enginn einn eru fram að þeim Þetta er bara ekki með, þið eru góður í því, ekki gilsæðin Þetta er neður Ok, þannig að þú ert verstur í því Ég myndi halda það Þú veist, ef þetta var íþróttir og þetta sund og já Ok. Ég er svona, þetta poppaði, ég er lélur í mörgu öðru en svona þetta poppaði upp Já, ég fíla Þá er það síðasta Þetta er svolítið nálægt því sem að ég breytt þema daginn þar sem þið áttu að svara fyrir hinn Það tók ykkur ekki núna 40 mínútur að fatta hvað það gekk út á Þú flækir þetta oft sko Nei, alls ekki Ég skal bara orða þetta svona, hlustaði bara Hvaða dýr tengið þú steinda við? Af því ég hef spurt ykkur í sömu keppni bara hvað er your spirit animal, hvaða dýr tengið þú við? Hvaða dýr tengið þú steinda við? Shit Sko, það sem poppar strax upp í hausin Á ég að segja það sem poppar strax upp Á ég að hugsa þetta eitthvað Já, ekki telju upp öll, teldu þú frekar upp á eftir þegar steindi með þér ef það er ykkur nokkur annað Ég er svona með þetta 2 Ok, hvað poppaði strax upp? Letidýr Okay. Og svín Hann er ekki latur svona A sloth Hefur kynntir það dýr eða Og þú veist ég er búin að horfa Animal Planet í Já, hann verður brjálað Í 35 ár Ég veit að hann á til að sko fresta hlutum og hann er með hann já, ok Ég sko ég ætla ekki að vera leiðilegur en hann er ekkert eðlilega líkur letidýri Þú skoða bara hvað gerir letidýr Þau hreyfa sér mjög hægt Þú sérðu bara að hreyfast Þú horfður á það bara að það hreyfist ekki Mætir aldrei réttum tíma, aldrei Og þannig að hérna þú myndir bóka letidýr og fund Það myndir mæta á seint Og enska orðið er að sloth Sem einhvern veginn bara smell passar yfir stóri Ég er ekki að vera leiðileg við það En ég er að, veist hvað var ég að segja? A tiger, hann er ekki a tiger Hann er það ekki Ok, letidýr Þá fáum við steindin Náði, það var bara 3 ár í dag Thank you Býttu, er hann farin frá prendaranum með það? Já, hann fór eitthvað Ok, kallaði hann Hækka hérna þessi okkar besta fólki með hann
Stindir ekki lengur í að brenda hann. Hann valla fallið langt. Þarna kemur hann hlaupandi. Ammælis barnið sjálft. Reyndar ekki ammæli fyrir en hvað á mánudaginn. Áttu ammæli á mánudaginn Steindi? Já, ammæli á mánudaginn. Ammæli á mánudaginn. Herru, hérna Þú heyrir? Já, þú heyrir alveg í mér svona samt sko. Ég er samt, var ég ekki búin að segja frá því þið fór til eyrnalæknis? Ég heldur sér að segja mér svona tíur sem hann spurði hvort þú verður að skjóta úr haglabessu og svona, þú veist að við erum rosalega mikið saman. Já, ég bara... Þú ert alveg búin að segja mér allt nefnir eitthvað að gerst í dag. Og heyrnin er búin að versna líka töluvert núna, þannig að ég er svona fann að heyra frekar illa. Ertu ekki líka alltaf að tala um að Sjóni sem búin að versna svo? Ég sé illa líka, ég nota gleru. Já, þetta er ekki góð þróun. Nei, ég minna, ég er alveg í stemningu. Stemmingsmaður. Herru, ertu tilbúin? Já. Þetta er bara 3 spurningar núna. Já. Sko, ég breytti hans fyrstu spurningu að því að það er mikill munur og við höfum rætt að hérna bæði í FNÍ blöð og blöðkastuna. Mikill munur að vera gambler og spilafíkil. Fyrsta spurning er, hversu mikill gambler ertu á skalanum 1-10? Gambler og spilafíkill, er þetta svolítið eins og sverða og lofa? Er það sama en samt ekki? Nei, gambúist í rauninni að því að í kringum okkur þá eru menn ekki að spila þannig að þú missir svefn. Nei. En bara ef ég hversu mikill gambler ertu á skalanum 1-10? Ég myndi segja ég væri 8. Ég myndi segja ég væri bara frekar heiðalegt. Ég þarf ekki að gambla. En mér finnst það gaman. Já. En þú er samt sko, bara því við ljúum ekki að hlustendu, þú er versnaði seinni tíð. Ég myndi ekki segja ég hafi versna á sinni tíð. Ég satt með þér í Eyjum og þú varst bara einn eitthvað að rúlla á netinu. Já, og ég var ekki að rúlla. Við vorum regla að rúlla bara saman á netinu. Já, þú hefur líka alveg rúllað fyrir mig eitt sko. Ég hef aldrei rúllað nema þú setur rúlla líka við séum saman á netinu. Ég spil ekki á netinu, nema bara þegar ég með þér. Ég var eins og með þér þegar þú varst að rúlla og ég var ekki að rúlla sko. Og þá hefur þú verið búin að tapa. Nei. Ekki, ef ég verið að rúlla einn á því. Ég er bara, þú veist, í stemningu og... okay. En ég meina, Nei, ég meina, ég reyndar er bara mjög lítið í því. Ég er reyna meira svona kasinokall sko. Það er sama hér. Við viljum vera inni og fá að halda á tipslan. Já. Næsta spurning. Í hverju ertu verstur? Í hverju er verstur? Já, bara hvað kemur upp í hugan bara í hverju... Bara aftengja sprengju eða eitthvað væri ég örgulega verstur í. Já, þú verður að hafa pröfað. Já, ég skil. Eða hafa reynda. Örgulega bara vera handlægin. Þú veist, verstur í að smíða, eða þú veist, hvað segir maður? Bara að vera handlægin, þú veist, ef ég að setja eitthvað upp bara frá IKEA eða eitthvað, þá get ég það ekki, sko. Þú veist, verstur í, sko, hvernig getur orðað þetta byrjum að vera handlægin? Eða bara verstur í... bara handlægin? Já, það er ekki. Verstur að vera handlægin? Ég meina, veistu mig eitthvað annað sem kemur ekki til greina? Nei, ég var að hugsa eitthvað svona... Þetta er það sem við tengjum báðir svolítið við sko. Já, ég er ekki góður að þú veist, ég meina, við erum vesti. Þú ert eppil verri sko, en við erum vesti. Ég er pari bara. Ég er farin að skrúa upp myndir sko. Já, til lukku með það. Ertu farin að bóra í veggi? Það er flott, já, nein. Nota 5 bór og tappa og allt svona. Nei. Ég er í því sko. Bara alls ekki. Samt er í vestur. Já, ertu tilbúin í 3. og síðustu? Já. Sko, ég hef spurt ykkur hvað er, veist, your spirit animal, hvaða dýr tengjur við. Ég er með svona annað take out í dag. Hvaða dýr tengið þú Egil við? Þú myndir að hugsa Egil og dýr hlið við hlið og eftir að setja bara svona, ok, Egil er hvaða dýr er það? Já, ég myndi tengja hann við Mörgæs. Mörgæs okkur? Af því að hann er alltaf bara með þær á heilanum. Talar alltaf penguin sweet og svona, ég hugsaði fyrst En finnst þið Mörgæs lík agli? Ekki það ólíkonum sko. Það er alltaf með kassan svona út ykkur meginn og ger alltaf það sama. Lappa hægt, ger alltaf það sama. Mörgæs er mjög vanaföst. Já, það þetta er bara ágætið svar. Já. Sko, svo er þetta Egil alltaf að gera grína mér hvað ég er vanafastur. Gauðsson er búin að fara í sama fríið 10 ár í röð. Allir dagar hjá nummer 1. Hann fyrir að sofa klukkan 10. Alltaf sama hótel. Alltaf sömu hótelum. Og ef hann fer eins og bara, hann talar bara um penguin suite, hann vil alltaf fara bara í sama herbyggið. Hann gerir alltaf það sama. Hann er eiginlega verri en ég þegar það kemur að þessu. Þetta er svona smá serial killer svona. Veist, ég var alltaf til að fara til annara landa og gera nýja hluti. Já, bara, ekki það ég fer alltaf, veist, sömu ferðir inn á milli. Bara reyna að upplifa eitthvað nýtt. Já, hann er eiginlega vanafastur en ég. Hann er 42 ára gamall. Nei, hann er 44. 44? Já. Hann er bara búin að fara til Tenni. Hann er aldrei komið til Ítalíu. Hann er aldrei komin einstað, sko. Nei. Jú, hann er farið til Belgíu á Tomorrowland. Já, en það gerir hann það líka 5 ár í röð. Já, en hann er aldrei bara, hefur hann farið bara til Danmörkur eða eitthvað?
Veit það ekki, þurfum eiginlega að spyrja hann. Ég held hann að það bara farið til svona 3 landa en samt farið oftar til útlanda en allir á Íslandi. Ræðum þetta við hann eftir þegar fyrir mjög svörin. Ég ætla að kalla á hann, serða hann eða? Nei. Má sjá? Jú, hann er að koma. Hann er að koma. Já, þetta er eitthvað, það verður gaman að ræða þetta við hann á eftir. Já, nú ætlum við að sjá hvort þið fá stig. Hörð keppni framöndan, drengir, og það er þægilegt að vera bara með 3 spurningar. Jú, mjög þægilegt. Herðu, setja hérna upp stigatöflu. Ég ætla að byrja á þér, Egil. Ég spurði Steinda hversu mikill gambler eftir á skalanum 1-10, hvað sagði hann? Sko, ég hefði gefið hann mjög lága tölu í spilafíkil. Steinda er ekki spilafíkil, alls ekki. Ég myndi gefa hann tvist þar. En gambler, það er alltaf hann dæmi. Þannig að sko, ég vil að hann geti mýið og skitið á sig á blattsakkborðinu. Það er endar alveg nokkuð. Það getur auðvitað sko. Ég spila endar ekki mikið blackjack. Nei, það er rúllettu. Þú getur setið í kasinu og örgli svona 28 klukkutíma á þessu svo. Ég er bara sammála því. Hann gæti það. Þannig að finnst það gaman. Hvað er að gefa honum? Hann er 9 eða 10. Þetta er bara annað hvort. Og við öllum að hreinskilir 10. Gefa hann 10. Hann sagði 8. Nei. Ég þátt að því að ég tók inn í þetta því að ég er aðalega gambler inn í kasinu. Já. Ég er ekki svona minni gambla. sportsgambling. Já, ég minni því sko. Ég elti nú ykkur stundum, en ég minni því. Ég spurði Egil sömu spurningu, Steindi. Hvað sagði Egil? Hversu mikill gambler hann á skalanum 1-10? En þarna kemur hann svolítið annað inn sko. Að því að hann gamblar mjög mikið on the line. Já, hann er sportsgambler. Þannig að basically gamblar Egil miklu meira en ég. Að því að ég er ekkert alltaf í kasinu. Yfir ásperiod klálega. Já, bara miklu meira. Pakkaði saman þar. Í magni að bettum. Já. Þannig að ég ætla að segja að þetta sé 9. Hann var 8 líka. Við erum einstæðna, Stóni. Ég er eða saman. Þið eru báður 8. Ætli ég sé ekki 9 þá. En mér finnst ekki að það vera gamli. Það er alltaf annað dæmi en að spila fíkil. Við pössum okkur í félagarnir, eins og Margot Hamra á hérna, að bara betta svo vilt tapa. Ekki betta farm. Nei, ekki betta sem heldur og vilji vinna. Herðu, næsta spurning. Nú byrja á þér, Steindi. Í hverju er Egil verstur? Sko, ég spurði hann í hverju ertu verstur, hverju svaraði hann? Já, þetta er bara góð spurning. Já, þetta er mjög góð spurning. Hann kom með gott svar. Já, hann var ekki að reyna að vera að fyndin. Nei. Ég var reyndar að reyna að vera að fyndin, sko, en greinlega backfired. Hvað ætlar að segja þá bara í öllum öðrum stellingum enn á hlið? Það er rétt að svara þitt. Já, það er enda, geðu ykkur punktur það. Þú varst eitthvað að slá létt streng. Nei, hann er náttúrulega að svara um sig. Já, þetta. Ekki mig, ekki þig, sko. Þú ert ekki stænur en einu. Ég ætla að ég, sko, mér langar til þess að segja hérna að hann sé vestur í að vaka fram eftir. Vestur í að það hlýtur bara að vera. Ég lélur í því. Hann sagði public speaking. Já, ég lélur umölur í því, sko. Public speaking? Hann getur ekki talað fyrir fram að fólk. Ég sé að mann tala fyrir fram að 20 manns ítrekka. Nei, aldrei sé það. Nei, það er því ég er í muscle gear. Það er allt annað stónfakkur. Getur ekki hættir í muscle gear? Ég komin í hlýrabólinn og... Ég hef aldrei sé Egil. Ég hef farið í 30-samali hjá honum, 40-samali og hérna Eurovision-samali hans. Ég hef aldrei séð hann standa upp á svið og tala fyrir fram að fólk. Geta það ekki? Hann hefur aldrei gert það. Þessi Stóni gerði með Jamali og BB King þegar BB King valdi með ríkasta vinsinn í Óskarsverðarlagaafhendingunni sinni sem þetta var bara algjörð kjaftaði því allir hinni sem voru tilnæmdu mætti ekki það er nástæða fyrir ég vann það fyrir upp á svið allt inn komið mæk upp á svið fullt hús af fólki það er my greatest fear og helst eitthvað ræðið það? Nei, panikaði bara, ég maður ekki svo hvað ég sagði, bara blacked out Nei, hann sagði bara nákvæmlega sem átt að segja hann var bara ánægði með, þakkaði bara fyrir heiðurinn og fólk lóaði því og hann fór niður Þetta var minnsta mál í heim Panikaði En ég bara til svo vitir þá gæti ég ekki ákveð hver vinn ég var bara fengið að lesa Ég veit að þú öskaðir þetta alveg Ég spurði Steinda sem spurningu Ég spurði Steinda, Steindi, í hver ertu vestur? Hvernig svarði hann? Sko Shit Sko, Steindi er frábæri í mjög mörgu Þú ert ekki að spyrja maður því Nei, ég spurði í hver er vestur Ég spurði þig ekki, ég spurði Steinda í hver ertu vestur Hverju svaraði hann? Já, ég, sko, að fara strax í hlutina Það slagur í því Já, hann frestar öllu Já, að skipulegja sig með fyrirvara Það er ekki hans sterkast að hlið Ég er sammála þessu Að mætur eftir tíma
ekki hans sterkasti liðheldur. Ég er sammála því. Við akkur má ekki bara svara eins. Nei, ég er að hugsa upp á að taka ákvörðun með eitthvað, alveg saman hvað það er. Bara taka ákvörðun, bara hörðu, ákvörðun er tekin, það er þetta hérna. Hann er eitthvað með það. Mér skaman að það steinum og skoða allar hlýðar tennis. Ég steinda að taka ákvörðun, það er bara svo fyrir Sigga Hlöð að fara upp Everest. Ég bara setja það í samhengi. Nei, ég meina Siggi Hlöð setti í toppstandi. Mér skaman að skoða allar hlýðarnar og velta þessu svolítið fyrir mér og ég gaman. En hvað er svarið þitt? Ég það drekka að þessu. Eitthvað að þessu? Velta eitthvað eitt bara. Já. Hvað er annað að þú þarft ekki að lesa þetta alltaf. Nei, ég veit, skipulegja sig eða mætur öllum tíma, taka ákvörðun, fara strax í hlutina. Ég veit, ég er með the winner. Ég bara taka ákvörðun með eitthvað. Hann sagði að það vera vestur í að vera handlæðin. Það er hans. Út málari? Ertu ekki menntaður málari? Nei, ég er ekki menntaður, en ég var málari. Þú ert besti málari sem Íslendingar hefur? Nei, ég er alls ekki besti. Alltaf eitthvað að fikta heima í bílskotum og... Ég reynda þegar Egil sagði bara að taka ákvörðun. Það er það sem þú ert vestur í, Steini. Þú ítir alltaf svona frá þér bara að gera það eitthvað. Já, ég... Hvað var svarið þitt á þú? Ég er að hugsa mikið það, skilur við. Já, of mikið. Já, og svo tek ég bara ákvörðun. Ég er aftur á því Egil, já, það er að koma rándir gesturninga í stúdíóið sem við þurfum að fá inn. Þú ert ekki aðeins handlægstu vinnum minn, sko? Nei, Fengið þið þegar að hengja ykkur upp, sko? Ég get alltaf hengt upp mynd, sko, bara nýbyrjar því. Egil, ég spurði, nei, ég ætla að byrja á Jú, Egil, ég byrja þér. Ég spurði Steinda, hvaða dýr tengjur Egil við? Hvaða dýr sagði hann? Sko, nú þarf ég að Þetta er minn síðan sem var punkt í dag. Já, það er engin komið punkt. Nú er ég að hugsa að Stóni að við slegja og letta strengi á hann. Það er nú ammál á morgun ef ekki ammál á morgun, haldum ammál á morgun í gýr. Ég spurði bara, ok, þú sér Steinda og þú setja Egil og þú setja dýr við hliðana bara, ok, þetta dýr er Egil. Hvaða dýr sagði hann? Og ég er ekki komið að loka svar, ég er að hugsa upp á það. Má það? Ég er að hugsa upp á hvað þú svaraðir mig. Ég held þú að kalla líklega að setja því að vera hani eða hestur. Því að hanar vakna eldsnemma gólandi og þú veist ég vakna eldsnemma, ég enda gól ekki en ég vakna snemma. Þegar ég góla á veki allavega, ég er fjölbýliskómur, sko. Þú setur handklæði undir. Og tárnum minni til að fá mig kaffi, sko. Þú setur handklæði undir hurðarnar. En hestar eru duglegir. Já. Eru búin að hjálpa mankind í meira 1000 ár. Þannig ég er að velta fyrir mér, bara talar um þeir svo sett bara Gandhi. Er ég hestur eða hani? Koma nokkur bollum í form og þú bara talar um þessu sett Gandhi. Veitu hvað sagður ég væri eiginlega? Ég greinlega ekki ekkert með þessi dýr. Þá þú myndir þegja að væri mann þetta dýr rétt, sko. Þú ætla að breyta. Nei, ég ætla að breyta. Hann sagði aldrei hann eða hest. Ég las hans ofna bókan. Veitu hvað dýr tengur? Já, ég veit að ég bara það er greinlega ekki hann. Ég ætla bara að segja að þetta er hvorut þarna. Maur. Nei, mörgæs. Mörgæs? Já, penguin sweet og þú elskar mörgæsir. Þú ert alltaf að tala um mörgæs er mjög vanaföst. Hún latar svo út. Nei, það eru vanafastar. Nei, það eru vanafastar. Jú, það eru vagga. Það eru með svona bringun og út. Ég elskar að fara í því penguin sweet. Er ég þá að penguin? Já, þú hefur myndið að þú Þetta er ég að fara á punkt. Nei, en þú ert vanafastur. Vel vanafastur. Mörgæs er rosalega vanaföst. Þú ert alltaf bara með þig, þú ert bara með, þú fyrir svo og það er vagga svolítið, þú vagga svolítið. Hann vildi meina að þú sér alltaf með svona bringun út. Já, ég segja að þú ert með brjóstu að það. Hvað er ég svo þokkjaldmón? Vagga ég svo. Þú lappar svona framfyrir. Ég er ekki státtuð svarið þetta. Ég er með 0 púnta. Steindi, ég spurði Egil hvað dýr tengir Steindi. Já, ég get eiginlega Þetta er for the win. Já, ég get eiginlega, sko, það er 20 kemdi greina það. Það er valið letidýr. Og þá ætla ég að koma inn á hliðina. Hann sé að tengja það við það. Ok, hann var ekki búin að hann fór ekki þá. Ég sé það bara þá held ég að sljóta að vera kanina. Akkur? Bara kaninan í Undralandi, alltaf sein. Nei, hún er alltaf á réttum tíma. Já, kaninur eru snöggar, sko. Já, það er líka, hann var alltaf stressaður á tímanum. Ég náttúrulega það ekki. Ég las kaninuna vitlust. Sjöfell vonaðu drullir, það er bara 0-0. Þú veist, sko, franskur bólabítur er ágætt gisk líka, sko. Ég get gefið þér smá vísbendingu, svo komið kannski stig í þessum. Hann sagði að það voru bara 2 dýr sem kom til greina. Þú ert Já, bara 2 upp. Já. Fyrir mér var þetta var dead tighturunum. Tekja dýra? Já. Þá myndi ég halda að þetta væri
Þá myndi ég halda að þetta væri hérna, ég ætla að segja þessi svín. Svín var annað, hitt var letidýr og það er letidýr. Ég var samt að segja það. Þú varst með þitt. Já, varst komin inn á það. Skotin. Herðu, 0-0 drengir. Herðu, 0, þetta var stendir við skýtum. Þetta var Hefur verið 0-0 áður? Já, Ég held ekki. það hefur ekki Ok. gerst. En okkar besti maður MC Gauti mættur hérna fyrir utan stúdíóðu, við ætlum að hleypa á honum inn og já, hann fekk heimaverkefni fyrir næstu innkomu, þannig að ekki missa því, en við skuldum auglýsingar fyrst. Topp tónlistarstöðin FM 957 Þegar jólinn koma, æskæs hér í FM 95 blöð, vákað tíminu hlupið frá okkur drengir, hún er rúmlega 5. Það er rosalegt, og maður. við erum komni með góðan gestinga í stúdíóðu, það er góðu vinnu þáttanins MC Gauti, vertu velkomin. What's up? Hvernig er þið? Já, við erum góðu, Já, það er við erum akkurat geggjaðir, alltaf fyrsta spurningin, hvernig er þú? Ég er mega næs á því. Ég var næstu sko, ég er vennilega tímalega Já. og samt var ég 20 mínútur frá og umferð var hann það þung að ég var að pæla að senda mynda umferðinni og síðan var ég bara, ég get ekki gert það. Get ekki gert það sama og Steindir alltaf að gera við mig og komið síðan með það. Þannig ég bara tók út á kassan sem betur fyrir Þú átt inn að senda mér þetta sko. ég mun taka þetta sko. Gauti senda mig daginn af því að nú eru þið bæði að vinna saman í lægi og náttúrulega með júlevinnir. Gauti senda mig daginn og þetta er satt, er eitthvað að honum og þetta er sann sagan og hann var ekkert eitthvað hlátuskallað neitt. Og ég segja út af hverju við erum niður í fucking stúdíói og við erum búin að við erum að tala um að ég var í heila viku og segja upp á dag við Steinda bara desember er hellaður hjá mér og verður að virða tíma minn bara, og ég ætla ekki að fara að tala við hann fullari maður, ég ætla að tala við hann og ég er bara svona og ég er bara raunverulega bara svona, viltu mæta þennan tíma? Herri, síðan, ég er ekki að segja 10 mínútur í hitting þá segir hann, er að redda pössun fattaði ekki að það væri eitthvað foreldra frí eða eitthvað bla frí í skólanum. síðan sendi ég á hann og ég er svona líður hálftíma og ég er bara, dude, ertu að djóka? Herri, þá sendir hann með mynd af kaninunni í Lísu Undralandi sem var alltaf að segja þarna, ég er að vera seitt og ég var svo reiður og ég sendi þér skilabóð og þú sendir mér prófa að vinna með honum í 10 ár þá fyrst langar þér að drepa En sagði eitthvað, ég og Blöð þólumóður og frábæri vinir. Ég er að vona hérna að Steindi hugsa á morgun þegar mætum í afmæli hans með neggjaður. Þetta er því að það er allir með kostur og galla og við allir hérna 4. Steindi bara með hérna En greiður Steind á morgun ef allir mæta á hans tíma. Þá byrja veislan helviti. Ég er líka veislan sett klukkan 18:30. Já, ég held að gestir mér mæta undan Steinþóri. Ég er til að setja cash á það. Steindi verði á eftir fyrsta gestinu. Ég held það líka. Ég vil nýta tækifæristrangur og segja að ég elski ykkur annað. Já, sömulegis. Við elskum Þetta virkaði fyrsta ára Steindi. Núna bara nefnir Síðan mætir hann og hann er svo vinalegur og næs og þá er hann að fyrirgjöfum maður hann strax. Já, hann vinnur með það sko. Ari Eldjárn sagði mér, hann upplöstur að leyndamálum daginn. Hann sagði, við grínistar erum í rauðin og erum bara mjög kvíðnir og síðan gaslætum við alltaf bara fólk þegar við heitum það sko. Við förum bara einhvern ham sko. En málega að þú gast náttúrulega ekkert annað en tekið á vel á móti mér því ég komið að senda hérna þegar ég eiginlega eyðilaði stúdíóið á fyrstu 5 sekúndum. Þetta er ekki djók, hann lappar inn hellir á orðið við textaverk sem ég var að gera stígur á hundi minn og bara blessaði svona fyrir ekki hvað sleikt og þá er ég bara búin að láta alltaf hlæja eins og allir orðinni góði. Shit, hvað þetta finnst þess En Jöluvenner sem er drullu gott sjó, er það eitthvað sem að ætla að byggja upp bara næstu 10 ár? Ég mæti tímalega þangað sko. Já, mátt eiga það. Ég er alltaf mæti tímalega. Núna hvað er þessi sýning núna af júlevennum? 8. árið í röð. 8. árið í röð? Það var eitt annað COVID-ár og þá gerðum við bara glens á netinu í staðinn. Þetta er bara búið að stimpla sig inn. Þannig að þetta er bara alvöru jóla árlegt dæmi. Já, núna er breyting. Við höfum alltaf verið, við vorum fyrst í Gamla bíó og síðan í Háskóla bíó og núna erum við að stækka aftur og erum að fara í Ír-heimilið við Bröldi. Þannig að þetta er svona við erum að, já, líka bara taka nýtt skref okkur langar að vera, við höfum alltaf verið á Þorláksmessu bara og ég ætla ekki að fela út af hverju það bara því bakkalútur eru búin að vera kóngarnir í Háskóla bíó og dagsetningarnar eru bara þannig og það var bara komið tíma á okkur að testa helgi og það er bara að sína sig allavega í tölum að Ég er að fara að mæta í fyrsta sinn og hlakka mikið til. Já, þetta verður og fyrir þá sem að þeir sem hafa mætt vita þeir sem að halda þetta myndir ekki segja að þetta væri meira sýning algjörlega og þetta er bara í rauninni bara grínsí, það er bara þetta er bara comedy og poptólist sko. blanda saman. Mér finnst svo leiðilegt að setja tónleikum og síðan kemur eitthvað svona rólegt langt jólalag
og fólk að borga 13 skallur í miðan, þá verður það að fá 13 skall út úr miðan. Já, þetta er vandað kjaftaði er besta dæmi. Það er ekki bara kjaftaði, það þarf að vera óslega vandað. Það þarf að vera búin að pæla í þessu kjaftaði. Þetta sem ég fíla. Já, ég voru teiknað myndir af þér í fyrra fyrir lagi Mávar. Já, hérna þjóðatíð, hann hendi ég aftur það. Sér þess að fyndi, pældi af öllum, sorry, Steindi, ég ætla að vera góð við á morgun. Af öllum, ég er með svona háklassa menta tónlistafólk. Steindi svo eini sem kvartar við sándinu og allan tíman að eru þið vissir að þetta verði sándið ekki bara alveg gjössanlega fókti hvernig verður þetta þegar við fyrir mig soundcheck ég ekki að grínast, þegar við fyrir mig soundcheck fyrir gig þá lappa ég út úr salum já, af því mér líður svo illa fyrir hljóðmann bara fyrir hans hönd, ég er bara fer ég get ekki verið þarna hans ég að tengja mig við þetta ég er bara með stillingu sem ég finnst bara að vera þetta er ekki neitt þannig, þú ert bara með Nei, ég vil veitir hvað, ég vil bara, ég vil hafa mjög hátt í mækum, mjög hátt. Ég vil alveg vera miklu hærri en bítið og ég vil vera búin að hækka svona smá í miðju pingu bíst í sound. Já. Og svona, ég vil bara nostra svona aðeins, Sko, ég held að, Steindi bara einhvern veginn svona að minnka einhvern kvíða fyrir gigið. Ég myndi segja að 95% tilöka er hljóðu upp á 10. Öll þessi soundcheck sem Steindi fyrir í. Með alvöru hljóðmann. Já, öll þessi soundcheck eru eiginlega óþörf. Flest öll nema 1 og 1 það sem að tvíkar eitthvað aðeins til ef ég er að spila og ég er ekki með trommara og ekki gítarleikara og það er hljóðmaður þá er ég bara hættur að mæta soundcheck og það er ekki að því að ég er að vera með stæla þetta er bara hann veit hann að gera gaurinn sem er í 99% tilfella er gaurinn bara getur bara plugga og græja þetta sko já það sem ég var að reyna að segja við Steinda aftur er við erum í æfingarhúsnaði þetta er soundið ekki gott hér og Freyr sagði við mig í gær hann sagði já nú erum við búin að loka öllum dílum maður við erum bara eftir að díla Steinda það er bara svo það er ég er til að halda ræðið á morgun ég er alltaf að vera þægilegur er það? Já, ég er spenntur fyrir afmæliðinu en annars erum við ekki hér til þess að ræða Steindór Hróar Steindórsson það er meiri gangi hjá okkar besta manni Gauti, þú ert í spilabransanum sem við þekkjum nú já þess að ég ætla að láta ganga hvað út á hvað gengur þetta? Sko ég er að gefa 2 spil eða 3 það er Læti 2 þetta er svona actionary, pictionary stíl nema í þessu spili máttu bara nota hljóð og mátt hreyfa hausinn líka við gáum Læti í fyrra og það er ómögulegt að gera hljóð á þess að hreyfa hausinn en við bættum bara við þeirri reglu en Læti 2 er svona fjölskylduútgáfan það sem bara hinn og þessi hljóð Læti er svona 18+ útgáfa það sem að þú ert að leika kynlíf og dóp og glæpi og svona alls konar dót og þú mátt eiginlega ekki skoða þetta Steindi það er nefnilega hætt að skoða við erum að fara í þetta og ég var til að mynda taka kannski 1 round hérna en á ég að byrja já, mér er þú, þá kennur okkur þetta síliðin einan náttúrulega við erum að fara að leika og við erum í útvarpi já, en erum við að leika þetta nei, við erum að fara að leika með hljóðum leika með the mouth má ekki leika með hreyfingum við mátt leika með höstum Rikki G er búin að setja upp myndavélar en hann nýtir aldrei að record er þetta á rekki eða? Er þetta rekk? já, það er hægt að finna svo alltaf úr þessu við erum ekki í beinni einstað núna nei, veist Guðana bænum skulum ekki vera 50 svona allt upp á 10 þetta er hræðilegt ég skal bara byrja þetta er vond þetta er 18+ það er hérna þetta er eitthvað rassa koncept það alltaf leið gegging, það er rétt Steindi maður sjá herru, ég dró hérna þú mátt ekki segja hvað þú dróst nei, þetta er bara drikkjureglur er það ekki? er þetta drikkjuspil líka? já dróstu gósa? aftur drikkjureglur? já, hvað er það? hérna, ok rafmagn það var rafstuð þetta er rafmagn á pungjunar það var að sprauta á einhverju meis, ylvat, meis, piparúði ákveður það bent á hann þannig ég sagði þetta nei, ég veit það punktur að gilsa fyrir það hvað er með gott með þetta já, reyndi þetta er fullorðinspili erstu aðleika? hestur já, þetta er náttúrulega fullorðinspili ég veit hvað þetta er, viljið þið ekki sko er þetta cowgirl? vel gert, cowgirl
Hörðu, ég það er vel gert MC gætt giskað hvað ég sagði Ég má ekki nota Þú mátt nota hausinn Nei, notaði mönnina Talaði blöð Þú ert að sleikja Munnmögg Nei, ég var búnt, ég sagði Hann sagði mér hægt að tala því ég sagði sleikja og þá sagði já Hvað varst að sleikja? Punktur og gilsa Þetta bara eitthvað sem að sleikja Ég stendi, byrja fólk að skiptur á bylgjuna og þú segir hvað var að sleikja Miklu gróðana við Þetta, ég veit næstu því skammast mér fyrir að gefa út þessa útgáðu Mamma sendi mér dæn maður geti fengið blæti Kökkul Það sum spilin eru bara fyndin Leikt þetta bara þegið stendi Þetta er sunnabústa útgáðan Þetta er eitthvað gæja að horfa annan gæja með frunni Hvernig ætlar að leika það með hljóð? Hörru, sem þú ætti að sína húnna hvað þú ætti að leika Nei, hann er búin að leika Ég ætla að leika aftur Það er ekki að leika yngur Við erum hættir í spilin Erum við ennþá í spilin? Nei, við ætlum að henda Nei, ég held að við ættum ekki að spila þetta með Læst að ég er með LSG Ég hef pakkað því saman Hvernig ætlar að leika kokkblokk? Hvað er ekki þessu spjald Það sem ég ætla að gera, við ætlum að henda á eitt lag og svo fekk Gauti að fyrst má heimaðinu Þetta er FM FM 957 Rándist það er Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Það stór Paxið maður Já, Paxið er mætt og Við þökkum Túborg kellaða fyrir samstarfið Já, þeir eru alltaf handa við hotni Túborg kælunum fyrir ekki neitt Nei Pepsi Max, okkar besti drikkur er mættur í FM 95 blöð Þögnum honum Eru þið miklu baksarar? Já, alveg Ekki bara fyrir að sponsa Nei, ég þekki mann sem að var það mikill baksari hann fór vakna á nóttunni og fór í hagkaup og faldi fyrir konun sinna hann var að drekka Pepsi Max Það er rosalegt maður Ég drekka eiginlega ekkit annan Við þekkjum þessar mann saman Ég get ekki sagt þetta hann var bara þess að fyndi þér að menn að fela eitthvað sem er ekkit að Nei, menn það veist, þetta er bara, þú veist, það er enga rannsóknir sína að drepa fólk, sko, þau erum það á hreinu Það er margt verið að drekka Max á nóttunni Sérstaklega með mat, þú veist, þá ég elska Ég get ekki að fengja mig pizza á hans að vera með Pepsi Max, það er nokkuð ljóst Þú veist, þú tekur sódavatn, allt í lægi en það er ekki saman fílingur og með paksinu Það verður að vera kóla með pizza Ég nenni ekki pizza Ég tók alltaf bara Pepsi Max með mat, sko Einn og einn sem ég þekki sem ennþá sigraðir, sko Gunnleifur Gunnleifsson sem er giftur sýstu minni hann er bara sigraður alltaf sko En mér finnst bara fólk sem er að drekka sigrun alltaf er að sannfara mig að ég eigi frekar að drekka sigrun það er þannig Og eldra fólki Ert þú því? Ég bara þekki nokkra í kringum þetta Þú veist ekkit hvað er sem aukaefni Já og ég bara mér er þetta sama Já ég menn eins og mamma og pappi og tengdó og svona þetta er bara þau vil ekki sjá light eða Max eða Diet ekki neitt þau vilja bara fá orginalinn sko Það er reyndar auðvitað að mér ekki þá viljum að ræða Pepsi Max hérna alla engan með þá séu að sponsa en sko ég er alveg uppið það bara Diet Pepsi á heimilinu ekkert annað Í gömlu silfurlutu dósum Það er enda rosalegt Síko og Diet Pepsi Það hefur verið svona Og það var Síko hafði enga Já mikið á Síkard Ég er að vera böstaður hérna svo mikið ég held að kona mín var ekki að hlusta og við erum að fara út að borða og ég átti að vera komin kortir yfir ég ætlaði svona, kannski plattar á eitthvað svona af mikil umferð eitthvað og hún var að senda að þú ert ennþá beinni útsendingu það prófum ekki þá skulum við hleypa eftir smástund en þú fegst má heima þetta í kortmyndur fyrir ykkar og fyrsta sinn sem að Gauti er með kortmyndur fyrir ykkar já, komum að gefa mömmunni smá frí við erum búin að ringi hann held í 3 ári ég held að ég búin að gera 4 ári röð og sko 1 ári auka ónáð þegar við lofuðum en að gera Já, ég gaf henni með þess að lofa og þau myndum ekki stríðin aftur Mér langar svo að safna þessum klippum saman eitthvað tímann Ég kom með 3 kortmyndur Kortmyndu frekar vilja vera alltaf með klút eins og Halla en þurfa að tala eins og Tupac eða vera alltaf með klút eins og Tupac og þurfa alltaf að tala eins og Halla Þetta er góð Ég held ég myndi Ég með það lág gendastul og þú lesta svona 5 Hvort þurfa við læra með klút eins og Halla en tala eins og Tupac eða með klútum haus eins og Tupac Tupac Smá recap hvernig hann sá meistarinn talar Það er bara eitthvað gengstastöf Sko, ég held að ég myndi velja ég held að sé geðveikt erfi blanda að vera með höllu klútur hálsinn og tala eins og Tupac Ég myndi alltaf taka það Já, ég myndi samt, sko, ef ég væri byrjað Tópaklútin Ef ég væri byrjað að vera, og þetta er að því að við gautum sköllóttir Ef ég væri byrjað að vera með svona klútum hausinn þá myndi fólk bara svona herrið En reyndar var sko Tupac alltaf
snóðaður En hvernig tala? Var það svona alltaf með eitthvað stæla? Nei, þetta hefur bara verið Hefur ekki séð Juice og Riverside motherfucker og allt þetta? Jú, ég enda að þú segir bara gangsta. Þú segir Riverside motherfucker Ég hef það sko Ég veist ekki að það var hann einu sinni Ég myndi ekki nenn að ringi þig og þú var á leiðinni kirkjugari motherfucker Ég er svona að hugsa sko klútur og svo halla og tala túpa kljóma svona svo Akkurat núna myndi ég taka Ég það tæki það frekar, já, alveg pottitt Er það? Já, ég get ekki, sko, ég er búin að vera með sixpensaran Ég er búin að vera með derhúuna, ég er búin að vera Man búin með að færa gráu hattinn. húuna Ég get ekki fara að bæta klútnum minni Ég held þetta að blöð með klút væri geggjaður Ég var með brandar sixpensara í uppstandinu fyrra og hann var það svona smánandi fyrir sixpensara að ég lendi í tvisvar að menn skildu sixpensaran eftir Er það? Bara í borðið? uppstandinu Já, það var eitthvað svo sorglegt Man er svo kallt á eyrunum með þá sko Já, Þetta er mér hausnum samt Það er við lifa á næstu það Einu vinnum með sixpensara er blöðar Nei, Gutt er nú oft með Og Gutt Johnson. Næsta er Peaky Blinders Hvort myndu Og þið þeir. vilja í hvert sinn sem steindi er seitt að þú eru að stinja upphátt eða í hvert skipti sem eitthvað vinnur í lottó að fullblón skýta í ykkur Ok Þeir einhver vinnur í lotto En minni getur lotto hverju viku það? Er það þannig stóra vinningin? Ég er að tala um stóra vinningin sko, ekki litlu, ég er að tala um ok. annarkvort að þurfa að taka svona og þú veist ekki hvernig það gerist Er það steindi seinna? þegar steindi seitt Myndi það bara gerast óvænt Þú veist Já, þú bara, ræður ekki sem við það. þú ert bara sett upp í mós og ég veit ekki að Þú bara já Þannig ég væri styrja þessum daginn Hversu lengi þarf ég að stinja? Segjum við árið í hagkaup Nýtt spil, nýr skellur Og ég var blöður með hagkaup Fólk í Stendir röð eðlilega bara. síðast í gæðin og svæði Held líka fólki, hann kemur hlaupandi Hvað segir, sorry, það var rosa mikið lund fyrir allt þessi ræðas ekki mátt með Ok, hann sest niður Og ég var Segir blöður hún til þetta að að græja stinja þetta 2-3 sekundur En ég meina, færðu hérna einhverja svona unas tilfinningu með stununni eða? Nei, þetta er bara hljóð Ég tek stund, ég get ekki fara að skýta í mig á hverjum lögðu sko Ég Fer vinningur Það sæðilega þetta er stóri vinningur sko. Þegar þetta er búið að sapnast upp í 7-8 vikur Já, og þetta skýti það svona 9 vikuna fresti Færðu eitthvað heads up fyrir það að gerist það bara á staðnum bara? Það er bara þegar bara leið og dreigi í lottónu og það er einhver með réttatölu Sko ég ætla að steinja Það skýtur í þig Það er yfirleitt þegar það er seitt Þá er þetta bara við þrýr Við að töðjónum að sé seitt Og húnum er skýt sama Og veist, það er engin annar á svæði Sko máli er að þetta er í kringum svona minn tíma þegar ég fer á klósett Þú myndir bara tímasett Herðu, þetta er enda Þú myndir bara tímasetta klósettferðina bara yfir lotto Ég væri bara alltaf klón 7 á klósettum Þannig að ef eitthvað gerist þá kemur eitthvað Annars bara ekki, við stend upp Já, hvað ætlar að gera út statur í AC til dæmis og lögðu þetta sköldi Þá myndi ég bara, þú veist, með reikna Er þið ekki skýt í ykkur þar? Jú, maður veitir hvað það er Það er eitthvað hóp með mýið í sig og það er svona líi Hver með aftur í sig? Það er allir Þetta er bara þjóðin að hlusta og get shit En ég minn, ef þú myndir vera okkur blackjackborðið og skýta í þig þeir eru þið ekki hendt út, sko Nei, ég trúi bara að segja fólk sé ítrekka að gera þetta Það er bara Það var að græða og myndi skíti Þá eru lamin og hendu út sko. Pétur Jóhann var að segja mér að hans klukka er honum eitthvað skökk núna Hann vaknar alltaf á nóttinu og þarf að fara á klósetti Að skýta Já, þetta er svolítið svona klukka í okkur meinu Sem ég geta mótnan og sem ég geta setja Ég líður eins og læsist allt bara svona kannski 10 eða eitthvað Og opnist aftur bara 10 Segðu Pétur, ég ætla ekki að leðlur að fylgja þig að vera old piece of shit Þú vakna á nóttinni og mýgur og skýtur í Ég elskar samt sko Ég held ekki að leðlur að tengist ekki neina öðru en þetta er bara father time það sko Ég ætla að segja síðustu spurninguna og síðan ætla ég bara að skilja ykkur eftir með hana og þakka fyrir mig Þið eru bestir heimi sko Hvort myndur þú frekar vilja borða hrátt hakk með Ástóri Magnúsinni Svo King segir mig eða hráan kjúkling með Sigmundavíð Ég myndi taka hakki með Ástóri Ég hrættu við kjúklingin sko En hakkið sko Ég tekki salmonulögulega frekar sko En hakkið Ég meina leikskóladaginn ofselja þessa kjúklingaræslu í gerum árun En það má ekki gleyma því þótt að Sigmundur Davíð geti getið hrátt hakk Það þýðir ekki allir aðri aðeins geta Þetta er basically E. coli eða salmonella Ég vil meina að tvennu illu Ég held að salmonella sko Ég og félaga sem átt kjúkling og var með salmonellu Hann bara meig og skeit í sig nokkar dag og svo var hann svo nýr eftir það Reyndist það eins og Ef þú fer í öndina Í rauninu og spáður í því sko Þá getur þú fengið kampfilobakter sem er eiginlega svæstnari Sko E. coli er verra salmonella Kannski eitthvað hlusta sem er að segja sér fucking asshole En ég held að sé verra Er E. coli ekki Það var að sem gerst í leikskólan Það var hrátt hakk Það voru 30 krakkar sem borðuðu hrátt hakk Gerðu þið það?
Það var raunverulega það sem gerist í álunni. Og það kokkurinn hann var að drífa sig í síkó, hann að rétt sett út af pönnuna, hendur sér krakkan og éti þetta. Þannig að kannski gerist það ekki náttúrulega, það gerist samt. Jófinn er að senda annað skilabóð. Hún er að senda hérna, ætlar ekki að segja frá því að þér finnst hrátt hakk gott. Ert þú að borða það? Ég gera það. Já, sko, ég borða ekki heilan pakka, en ég fæ mér kannski eina skóflu. En þú veist hvað E. coli atriði í gangi á Íslandi núna? En það ekki ef einhver klóra sig í rassinum og svo í hakkinu? Er þetta bara beint í hakkinu? Já. Akkur. Og þú drepur E. coli er ekki rassa hana, þú drepur hann og steikir það í gegn. Já, ég veit það, en akkur er... En ef það er ekki steikt í gegn, þá er hann þó alive and kicking. En akkur er rassagerðlar í nautahakki? Hvað rassagerðlar? Rassabakteríu. Það er rosalegt lag sem að Rassabakteríu? Hvað er langt inn að heyrðu þau? Gangi vel með spili, kókur. Þetta er FM FM 957. Hárið, það eru Dynout og Loop Zero sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og ég tala Dynout eða að leita ykkur að jólagjöf og þá eru það gjafabref sem gilda allstaðar og það var dreigið út í Dynout leiknum líka og vinningshafarnir eru Konrad Damrað og Bjarni Þórir Tómasson. Toppmenn. Já. Ég og svo líka getur hún út á Dynout út á Tenerife, það er náttúrulega orðið annað heimil ís líka. Við þurfum að fá þetta út allt en við erum, það er smá gestagangur hjá okkur drengjunum í dag og við fílum það. Það er komin snillingur hingað til okkar sem hefur ekki komið í FM 95 blöð áður og það er Luigi eða Logi Tómasson, landsliðsmaður í fótbolta og tónlistarmaður. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Ég kalla King Luigi. King Luigi. Gaman að fá þig. Já, bara geggjað að koma inn í fyrst skipti. Já, bara geggjað. Loksins bara. Hvað ertu? Ég er bara geggjaður, ég er í fríi og bara aldrei verið betri sko. Hvað farið langt frí núna? Mánuður í frí. Þú ert að spila í Noregi? Já, ég er að spila í Noregi. Já, hvernig ertu að fíla það? Bara mjög fínt sko. Stemningsborg, svona stemningsland. Já, svona Oslo er hálftíma frá, ég fer þangað mikið. Er þetta Sauðárkrókur? Eða skilur á í Noregi? Nei, alls ekki. Þetta er 100 manna bær, þannig að þetta er alltaf hægt. Já, þetta er ekki Sauðárkrókur. Er kasínó þarna? Nei, það er bannað í Noregi kasínó. Jesus. Það er hrikalegt. Það er þetta líka bannað hér sko, þannig að við getum ekki sagt mikið. Ég hef setið með logo á pókeborði, ég veit að hann er en gambling man sko. Ég man ekki eftir því sko. En það er líka sko eina sem að Ísland ásamt fram yfir Noreg bæði ekki kasino í hvoru landinu en þú mátt alltaf að fara í því inn á skemmtistæðið á Íslandi, þú mátt það ekki í Noregi. Nei, ég byrði að fólk getur hann en ég er ekki búin að slaka að sá í Noregi Fílar, ok, bara góð spurning, fílar í Noreg? Skaman að búa þarna? Fínt bara, ég myndi segja bara fínt. Er þetta einmanna að dæmi? Áttu kærustuð, ertu einn bara? Nei, ég er bara einn í Drammen sko, þetta er já, bara upp og niður eins og lífið er sko. En leiðist þér inn á milli eða reynir að finna þér eitthvað að gera? Mér leiðist svolítið mikið sko, því ég er með svo mikið ADHD sko og svo þegar ég kem hingað til Íslands þá er ég bara á milljón sko. Er það búið til tónlist úti? Já, með frænda honum hérna. Hann heitir Oreo sem ég gaf út lag með út í sumar og hann er mjög stór pródúser á Norrlundurum, búin að vinna með mörgum artistum. Þetta er orðið svolítið svona algengt að tónlistamenn og fótboltamenn sem konir í tónlistina? Já, það eru nokkrir. Og þú fara ekki töf á þjálfarna með það? Hvað er þessu fokking tónlistabullu og spilaði fótboltadraslið, ekki þannig? Nei, ég reynir líka að gera þetta ekki ómikið þannig að þetta hafi áhrif. Þannig að byrja að spá í þessu, ég var að posta þessu á hverjum degi og hérna. En líka sko þér til rós að þá heyrði einhvern mann Pretty Boy Choco minna Skína sem er sennilega bara stærsta lag Íslands síðustu 10 ára allavega. Geggja pop. Ég myndi segja bara of all time persónulega sko. Sturla lag að þú vildir ekkert eitthvað að fara með honum að túra eitthvað, þú varst bara einbyttaður að boltanum og Já, ég meira þess að fór hérna bara út í staðin fyrir að spila á stóru sinni í fyrra sko. Ég var í frí og banni leiknum eftir á, þannig að þetta var svona, já, ég var með draum að fara út og ákveða að fara með alla leið, en kannski í dag sé fótboltinn er nummer 1 og 3 en kannski í dag sé smá eftir á ekki bara stokki á stóru sinni, en hérna það kemur bara einhvern tíma setna, skilur. Hver semur lagið Skína, ef við förum aðeins út í það bara? Sko, bara, þú veist ekki, ég sem mest af melodíunum, en hérna, já. Þannig þú átt lagið Skína? Hann vill ekkert segja Nei, bara, þú veist, þetta er samstarf, en hérna, ég samti mest megnis af læginu sjálfu, en náttúrulega Patti, hann hleypur þessu áfram alla leið og er að auglýsa þetta, var náttúrulega endalaust. Þannig að sturlalag. Hann mætti líka ammali mitt, tók Skína og svona
shit, hvað ára var að gáða út eða eitthvað bara, veist, hann var að pússa svo okkur giggum löngu var að gáða út sem var svona ný taktik sem menna ekkert mikið verið með mannilega setja menn bara á þessu og þegja Páll Óskar gerði hins vegar slíktið sama hann ræddaði tónlistamönnum okkar áður hann gáði út plötunum sína þá fór hann allt land spilaði í öllum félagsmiðstöðum og svo kom platan út Það voru mjög margir konum með þetta lag Pretty að ringi mig ætla að segja að hlusta á okkur ringið með þetta on air en heldur þú munur eitthvað að þú og Pretty að fara að gera eitthvað meira sama félagarnir eða bara Já, bara 100% Það er bara svona semi-teimi Já, við erum gott teimi og förum upp í stúdíu og erum búin að fara einu sinni núna í DS En fer þetta ekki vel saman samt, fótbolti og tónlist ég meina, þú mætir hvert að æfa til mig svo er það að æfa á hverjum degi Já, mest menns ég er kannski að æfa 6 sinni í viku og þetta fer mjög vel sko að semja tónlistina en þetta fer kannski ekki alltaf vel að auglýsa sem Nei, það er erfitt að vera að mæta á gig Já, en ég meina, þú getur verið að gera stúdíu þú færi væntanlega á æfingu og segjum bara er þetta eins og dag, þú færi á fótboltæfingu morgunum kannski, svo ertu með daginn Já Ég meina, sérðu, Rúni Júl, Rod Stewart, fleiri menn þurft að velja á milli fótboltans eða tónlistar Ég vil meina að geta balansera þessu bæði Já, ég er bara búin að vera að gera eins og vel og ég get þú veist, ég get aldrei orðið einn af stærstu á Íslandi að því, þú veist, ég er ekki out there, skilur, ég get ekki mætt á gig að, þú veist, ef það væri markmiðið mitt að bara verða svo stærsti á Íslandi eða eitthvað, skilur það er bara ekki hægt, skilur út af fótbolta bara út að ég bý úti og bara en það að segja mér, þegar þú settar hann utafótar á móti Wales sem ég það var heldur smekklega gert Alveg innkoma þar Er það your signature move, að setja hann utafótar stöngin inn? Ég er búin að gera það 2 sár í deildinu núna, sko og ég ger þetta ofta á æfingum þannig að þetta er bara Getur þú að halda þessu og verða veistlega áfram? Já, það koma fleiri svona mark Hvert fílar þú svona best í landsliðinu? Shit, það er svo margir sko. Það stilla manninu hefur vekk Þetta er góð spurning Þú ert komin í erfiðasta viðtala æfiðinu Orðum þetta frekar þannig, hver er fyndnastur í landsliðinu? Já, svona stemningsmaðurinn Náttúrulega Ander Lukas er mjög skemmtilegur og hann er einn af mínu bestu vinum Já Mér finnst Jóhann Berg ógeðsla fyndin Það er kannski ekki allir sem að finnst það eða halda Ég er ekki viss Það er ekki allir En hann er ógeðsla skemmtilegur Keggjaður Það er fyllt af skemmtilega í En sko, svo ertu með tónleika Já, Hvenær eru tónleikarnir? 20. des í Gamla Bíó Í Gamla Bíó Þú nýtir fríið og hendur í gott shit gig Er þetta fyrstu tónleika sem þú heldur? Jep Geggjað Mögulega er síðustu, ég veit ekki hvernig þetta veður næstu ár hjá mér út af boltanum sko. Ég meina Þetta gæti verið one time thing Já, þetta gæti verið það En þú veist, ég ætla ekki að fakta það Nei Miðastalegin á tix.is Nei, Aur Allir inn á Aur Allir inn á Aur, sorry Og fullt af gestum Það haldi allir að sjá tix sko Þetta er á Aur Fullt af gestum vantilega Já, Patti og Húba Búba strákanir Króli, Netan, Joe Frazier Það er ekkert annað maður Já, og mögulega fleiri Þannig að þetta verður styrlað sjó sko Já, og erum að gera þetta almennilega sko Ég þarf að búin að plana þetta mjög vel og það er að gera þetta vel Ég fíla, sko, við höldum með þér Við finnum, þú ert metnaðarfullur drengur og tekur fótboltan fram við tónlistina en ert samt í tónlistinni Já, og mér er bara gaman melodíur, ég er bara að búið til melodíur er eitthvað skemmtilegt sem ég gerir sko Ég mun aldrei hætta alveg sko en erfitt að gera þetta full time En mér er þetta ekki bara passion og svo bara tekur þetta kannski einhvern veginn yfir, setna? Jú, kannski 35 ára að koma heim ekki bara að fæða, við erum allir 40 og stráðir eins og það er aturmaður og marga félag sem er aturmenn það er æfing og svo ertu bara gera ekki jack shit þannig að okkur ekki bara við stúdíun að smíða Já, ég ger það alveg úti aðeins sko, en hérna Við erum bara að taka rúndarann fertu bara í sjálfum næstu Það er alveg rétt sko. Bara að horfa á trúðalestina sko Það er aldrei að setna að fara upp á svið sko. Nei, bara Síðasta sem áttu að hugsa er aldruðin sérstaklega þetta er í fótbolta og meirist það líka ég hef rætt þetta oft í Óskar Örn þú átt að bara í öllu, þú átt aldrei að hugsa aldruðin bara hafa gaman hvort þú ert fótboltamaður, tónlistamæður, eitthvað þú ert bara meðan þú ert ennþá góður á æfingum og góður í leikjum hvaða máli skiptir hvort sér 30, 35 eða 40 ef þú finnur út ennþá bestur á æfingum þá bara heldur áfram En ertu ekki að spila PlayStation? Jó, ég er í Fortnite með strákunum Ég er sjokking í Fortnite Ég þarf að mæta aftur þangað maður Ég gati ekki verið, ég átti svo erfitt með building mode sko
Já, ég kann ekki bilda, við erum í no-build sko. Já, það er En ég langt liðlegast sko. Þetta Tjöina þá veist Við fyrir í tölvuleikina bara off-air en bara Logi, heiður að fá þig Já, Gangið takk vel með hérlega. tónleikana, farið inn á Takk hérlega. Aur og tryggið ykkur með það Sjáuð þið Luigi með sína fyrstu tónleika á Íslandi Og já, þetta lag verður tekið þar og þetta er lag sem við erum að fíla og heitir Leika með mig Logi, snillíkur, takk fyrir komuna maður. Thank you Topp tónlistarstöðin FM 957 Það eru Hvað sagði Keilöllin Viking? og Pepsi Max sem færir ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 Gesta gangur hjá okkur Já, þessi þáttur, hann hljópsóldi frá okkur drengir Já, en gaman að fá Luigi maður það eru þvílíkur eðal drengur bara Geggjaður svona- tónlistarmaður, geggjaður, hvað segir maður, fótbolta spilari eða? Nei, maður segir bara geggjaði fótboltamaður Það ekki? Geggjaður Fótboltaspilari Nei, hann er með þetta, við höldum með honum Já, maður líka svona finnur bara þetta er góður guður Já, já Þannig að það er létt að halda með svona náungum Það er líka að vera herru geggjaði tónlistamæður en ekki að hafa tíma fyrir það þú ert svo góður í fótbolta Það er svolítið svalt Já En sko eins og við sögum þá er bara þátturinn nánast búin að hlaupa frá okkur Ég þarf að taka bara næsta föðs King of Wet Já, Við náðum við ekki komumst ekki eins og svona Ekki nema við hlaupum í hana Nei, ég veist, treystu mér Ég er með hennar fram með hana Það er ekki fræðilegur í helvíti og við náðum hennar 6 mín Ekki. Þannig að King, bara til þess að, ok, nú ætla ég bara að tísa þjóðina King of Wet Já, ok sem steindi er auðvitað clear favorite Af hverju verður ég? næsta föstudag Akkur hann clear favorite Ég bara, ég þarf ekki að rökst í allt sem ég segi þetta Steinþór Nei, bara ég skil Já, ekki af hverju Þú ég er ert eitthvað auðvitað ofan clear favorite, það Af segir hverju- sjálft Nei, það segir sér bara ekki sjálf Já, King of Wet já Hvað er King of Wet? Hvað er það að vera, já, Nei, blökir það? ekki vera ekki vera að reyna að hita hann upp í þessu Þetta er næsta föstudag Svona þegar mann Úff, hugsa Ég þetta þá ætla er bara ekki að það mæta næsta fyrsta Það er tvennt sem að spila það inn í Það er bara eitt að spila Það er bara eitt Nei, Wet? Það er ekki 20 spila Er ég peppa ára morgun fyrir pre-party og money sim og beint svo til motherfucking það er stonefuckers alvöru helgi Ég veist það, ég er svo miklum gýr Ég hefði alveg verið til að vera þetta bara til Þeir 7 hlustendur, ég verið virku on the gram Þið getið fylgst með partíunu right over there Ég er með kveðju líka Það eru svona álfuru, svona gamaldags fyllibittur Já að hlusta, merðirnir, veiði merðirnir sem kallast það klúppur sem kallast það, bara fyllibittur, álfur fyllibittur bara sjáur á þetta, ég veit að hlusta og það er elsk okkur Ef þú kallaði veiði mörð þá ertu ekki 0,0% Það verður alls ekki Að fara í svona veiðiferði Þeir eru ekki edrú Það er rosaleg mölvun sko Já, við eigum við ekki heima þar Okkur við aldrei farið í veiði Það sko málega að ég hef aldrei veitt fisk Ég bara ræði ekki við það Þú hefur ekki þolimæði að standa með ykkur stöng út í ykkur á Ég fór einu sinni, keyrði til Keflavíkur af því að kom ykkur makríl rúa til landsins Já, og veitir ekki eins og það voru allir krakkarnir að veiða og allir papparnir einhvern veginn að henda út og veittu svona 4 fisk í einu og voru með svona 8 öngla á gagninu á þessu drasli, ginninu og ég veit ekki, eina sem gerðist hjá mér er að ég flækti kynni í máf sem var Það byrjaði máf ástíð Já, og þá komu 2 alvöru kallmenn og losuð hann og hann var gubbandi og fuglinn sko Þeir gera það sko Það er ekki fallið saga Nei, Ég hef aldrei- var alltaf með fuglinn Það er saga með happy ending Nei, ég fór Þú veit eitthvað Já, ég var mikið að vera yngri sko Ég veit bara svona 10 fisk á æfum minni Já, Ég bara, bara- þeir vil ekki býta á Já, sko. veiðandi tvennt, sko, ég var alltaf veiðandi Ég var alltaf á skíðum og bretti Þannig að ég hætti svo öllu og ég þarf að byrja Ég þarf að Þessi starta veið, svo en það vita það allir bara veist, bæði þeir sem er að veiða og makar þeirra veiðiferð gengur ekki út á að fara að veiða sko. Já, þú veist að, Þetta jú, er bara eins og veiðaferð til AC Já, þetta er Ángríns, þetta er bara svona AC-ferð Þannig að maður ferði þetta upp í einhvern bústað og En þykist eins þeirra að og, veiða en eins og við erum að spila Þykist í vera að AC, veiða. að gamla þá er samt menn hafa gaman að taka skiptast á einni stöng, eitt stendur úti og hinn er að hrista ykkur á kóktila þetta er, málega, ég farið Ok, leifur að hugsa Já. Stand út í á, eða setja við rúletuborð Nei, það er sko málega, menn dyrka berjast við ykkur stóran lax í 40 mínútur Já, ég held að þetta sé ógeðslega gaman. En sko, ég lést einu sinni í soginu sko. Var ég ekki búin að segja ykkur frá því? Lestu, Ég lést næstu þú veist að það þýr að deyja Já, ég dó næstu, bara í alvörunni Já, þetta stífviliðin hann Nei, ekki stíguvel, vöðlur Ég datt fram fyrir mig í soginu og fyllti alltaf sjó Og hefur ekki veikt síðan Ég hef ekki hætt mér úti síðan Þetta var óþægileg lífsins Ég hef með DNA-mannunum og Dóra stóra pappan sko. Hver bjargaði þér? Ég fann út úr þessu Fannst út úr þessu? Já, þú veist, ég náði að stígu upp Þannig skilurðu. að þetta var ekki eitthvað panik Já, þetta var bara eins og ég var bara eins og ég var svona 500 kíló Þú veist, að því að þú var svo þungur sko.
Ok, ég reyndar ef það einhver veiðimenn að hlusta. Ég var alveg til að mæti veiði Já, sko, ef við veiðum kannski svona Veiðimenn að hlusta, þá er til í veiði. Hvað er það að segja? Það er fara bara með einhver ókunnum fólki að veiða. Það kemur eitthvað á Insta núna bara, herru, við erum að fara að veiða þetta Ég nenni því ekki. Ég vil bara fara að veiða með vinum minn. Mætum. Það sem þetta henda okkur vel er að veiða kannski 40-60 mínútur Svo fyrir við skálan Þá fáum okkur steik, töðum, red wine Já, ég meina Eða ekki? Það er góð uppskrift. Þannig að ef einhver getur að hlusta mér að smíða það Af hverju er það auglýst eftir ókunnur veiðifélag? Af hverju fyrir við ekki bara 3 að veiða? Það þarf að bóka á og kofa Þú bókar ammalið, fertugsamlið 10 dögum fyrir hvað þú að fara að bóka á fyrir okkur. Af hverju er ekki hægt að fara bara í Þingvallavatn og veiða? Það þarf að bóka það. Já, og svo fyrir við bara í einhvern kofa þarna. Við þurfum ekki að fara í einhver alvöru lax á hérna landinu, sko. Ef það er einhver góðu veiðmaður að hlusta, við erum ekki Við erum klári í þetta rugg. hjá okkur í F95 blöð í dag. Við minnum á blöðkastið næsta þriðjudag, svo er fullu bátur næsta föstudag að sjálfsögðu King of Wet verður þá líka. King of Wet verður næsta föstudag og eins og við sögum hér í byrjun þáttar að Stöðunar á stenda það er 1,05 Það er rosalegt. Það er svolítið mikið, sko. Það er undir 10% eftir að miðum í sjálfinn verður uppseldur. Það er bara spurning, ekki spurning hvort heldur hvenar. Tryggja ykkur miða á þá veislu því að hún er næstu helgi. Takk fyrir í dag. Býtu, áður og kvartar, ég vil skila bara frá auðinu með einu. Ég átti að koma Já, það er með sokkar að það Nei, ekki sokkar. Jó, hann er með fær það award-winning seinna. sokkar. Anskutin, Rosaleg. ég ætla ekki að tala sokkar. Ég er stenglið í sokkum Ég veit að hann Eigum við að klára það? hann er með nýja sokka Já. sem hann er búin að í 2 ára að gera svo sokka. Þessi sokkar er að gera mig geðvikan og þetta er ykkur þannig sokkar að þú átt ekki að fá táfílu og þeir eru þægilegustir í heimi, þeir gerur okkur bambus og Sem er rétt Já. Við vorum að fá það, við erum betra að prófa það. Já, við skulum koma með góða sokkaskíslu seinna. Það sem ég ætla að segja er Þetta er bambu.is B-A-M-B-U bambu.is Rosa Já, pantið nú fyrir jólugjöfnar. En málega það sem ég ætla að segja var tal@tal.is. Þetta er e-mail sem fyrirtæki geta nelt á fyrir litli jólin. Af því að það er pláss fyrir örlítið meira. Þetta er að fyllast. Þannig að endilega sendi á tal@tal.is í litli jólin að vera haldin í beinni útsendingu hérna 15. desember, sunnudeginum. Með þessum orðum kveðjum við í dag, eigið þið góða helgi. Við veitum verið góð hjá okkur drengjunum því að Steindi Junior að fara að halda upp á afmæli sitt í fyrsta sinn á æfinni. En við heyrumst vonandi á þriðjudaginn, annars næsta föstudag. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957